komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í kvöldstund með okkur Katbræðrum. Já, góða kvöldi, góðan daginn. Við höfum fengið til okkar góðan gest í kvöld en áður en við komum að því þá eru það Íslandssjóðir. Já. Breytt úrval sjóða og hvetjum fólk til að kynna sér málin á islandssjóður.is. Reglulegur sparnaður auðvitað hentuleið til þess að byggja upp sitt eignasafn. 100%. Og þú getur ekki byrjað á því of snemma. Nei, það er ekki hægt. Því fyrir því betra en að þætti kvöldsins. Við höfum fengið hann Þorstein Pálsson til okkar. Þorsteinn er fyrrverandi forsætisráðherra Íslands 1987 til 88, formaður Sjálfstæðisflokksins frá 1983 til 1991. Þorsteinn var sömuleiðis fjármálaráðherra, sjávarútvegs- og dómsmálaráðherra, sendiherra í London og Kaupmannahöfn, ritstjóri Vísis og Fréttablaðsins og eitthvað sinni. Já, þetta er ágætið síðan. Og í dag einn skarpasti pólitíski penni landsins. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk kærlega, gaman að fá að koma til ykkur. Já, þetta hafðist hjá okkur. Já. Það reyndar, kannski hægt að leiða þetta eitt fyrir hlustendum að margir hefði haldið leið Ólafur Ragnar Gríms og labbaði út úr stúdíónu hefur hringt í Þorstein Pálsson en ég er búin að reyna að fá hann í að vera hálft ár, sko. Já, það er ræð svona skemmtilega. Það er rétt. Hvernig liggur á Þorstein? Bara vel, ljómandi vel, komið vor. Já, það er nefnilega komið vor. Það er komið vor. Það er aðeins bjart yfirlitum og slíkt. Já, sko, þú lítur glæsil út, hvetjum allir til að taka þetta í mynd. Þér heilsast vel? Já. Frábært að heyra. Þáttur aldur og fyrir stórn. Ég veit. Er það golfið eða hvað á hugðin og hjarta þess að dana? Nei, það er nú ekki komið að því. Nei. Þá ég spila nú svolítið golf, þá er ég nú ekkert brjálaður í þeirri ástundun en ég hef mjög gaman að því og grípi í það öðru hvoru, sérstaklega svona á sumrin og haustin í ferðum til útlanda. Já, klart. Það er eins og Þorsteinn nefnir sumarið er komið, vorið er komið og grundirna gróa, sauðburður og golfið, hlaup, kostningar, það er nógum að vera. Það er nú ekki kostningar. Nei, já. Sumarkaldi komin í sölu og hann passa fullkomlega heldur betur. Hann er góður að slaka á eftir amstur hversdagsins. Nákvæmlega. En við ætlum að byrja á sveitarstjórnarkosningum og það er Íslandssjóður. Við setjum kannski fókusinn á Reykjavík, svo mér leyfist að sletta. Sjálfstæðisflokkurinn með 32,5% og 9 fulltrúa sem er hans besta niðurstaða síðan árið 2010, samfylkingin með 18% og 5 fulltrúa. Versta niðurstaðan sem að þeir, eða vestakjör sem að þeir áhlutið í langan tíma, miðflokkur 12,6%, Viðreisn 10,5%, Vinstri 9,4%, Framsókn 6,8% og Sósíalistar 4%. Þorsteinn, hvernig túlkar þessar niðurstöður? Já, það eins og alltaf í kosningum á horfa á niðurstöður frá fleiri en einu sjónarhorni. Ef ég horfi út frá mínum flokki, Viðreisn, þá tvöfaldaði hann fylgi sitt og það er auðvitað mikið ánægju efni og mikill árangur að hafa náð því. En Viðreisn er svona millistór flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn vann auðvitað langsamlega stærsta kosningasigurinn og ekki bara í Reykjavík heldur víða land. Þannig að þessar kosningar eru mjög athyglisverðar. Og valda auðvitað breytingum á meirihluta í Reykjavík eftir nokkuð langan tíma. Þetta tekið þetta upp á þriðjudagskvöldi og þetta geti eldstilla sem við erum að fara að segja núna því að geti eitthvað komið í fréttina bara núna í kvöld eða morgun og miðvikudag. Hvert heldur mér í leita? Ég auðvitað veit ekkert það og kann ekki spá það. En ef maður les bara í úrslit kosningana að þá eru staðreyndir málsins þær að flokkarnir voru svona á sama róli í flestum efnum nema eina stóra ágreiningsmálinu sem var samgöngusáttmálin og að stærstum hluta snýst samgöngusáttmálin fjárframlög frá ríkinu. Þau borga 90% af brúsanum. Þannig að sú umræða snerist eiginlega fyrst og fremst ríkisfjármál. 2 flokkar sem vildu segja honum upp eða endurskoða frá grunni og vildu báðir að Reykjavíkurborg hafnaði samþykki sínu við sérstökum skatti á umferðinni Reykjavík til að kosta þessar framkvæmdir sem fyrri fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins setti inn í sáttmálun á sínum tíma. Þessir flokkar vinna hreinan meirihluta.
þetta var langsamlega stærsta kosningamálið og bara út frá svona lýðræðislegum sjónarmiðum væri mjög órökrétt ef þeir settust ekki fyrsta samningaborðinu. Auðvitað getur svo staða komið upp að einhver önnur málefni valdi ágreiningi þeirra í milli og það þurfa að skoða aðra kosti en það fullkomlega rökrétt og ég eiginlega bara sé ekki hvernig þessir tveir flokkar geta gengið fram hjá þessari lýðræðislegu niðurstöðu og mér sýnist ekki að það sé hægt að ganga fram hjá henni nema að í ljós komi í viðræðum þeirra á milli að einhver önnur atriði valdi ágreiningi. Já, náttúrulega mikið, maður hefur séð svona dálítið að hægri mönnum koma svona dálítið úr hólunum sínum núna upp á síkastið eftir þessar kosningar, núna það heyrist lítið eftir síðustu kosningar, þetta var eins og talar tölum við sjálfstæðismenn, risa sigur fyrir þá, talaði um einhvern áfellisdómi ríkisstjórninni, hægt að bera sveitarstjórnarkosningar saman við ríkisstjórnina? Ég held að þetta séu fyrst og fremst sveitarstjórnarmál og í tilvikir Reykjavíkur held ég að það hafi fyrst og fremst verið spurningin um samgöngusáttmálann. Ég gæti auðvitað sagt, að sjálfsögðu árangur viðreisnar í að koma loksins á réttlátu auðlindagjaldi, árangur í nýrri stefnu í dómsmálum, ný stefna, nýs fjármálaráðherra með fjármálastefnu og auknu aðhaldi og stefna utanríkisráðherra í Evrópumálum hafa valdið því að flokkurinn tvöfaldaði fylgi sitt. Ég held að það væri hins vegar bara ómikil einföldun að halda því fram. Ég held að langsamlega stærsta málið var samgöngusáttmálinn og Reykjavíkingar voru að greiða atkvæði það. Frá mínum bæjardyrum séð hef ég aldrei séð ábyrgðarlausari málflutning fjármál ríkisins, að þetta snýst fjármál ríkisins, að lofa óbreyttum framkvæmdum og ætla að fella niður tekjuöflun sem á standundur helmingi framkvæmdana. Ég hef aldrei heyrt í kosningabaráttu ábyrgðarlausari fjármálapólitík gagnvart stöðu ríkissjóðs og þess vegna finnst mér að þeir flokkar sem standa að málflutningi af þessu tagi, þeir eiga að drekka þann bikar í botn einir og sér gagnvart kjósendum. En auðvitað skil ég alveg til að sjálfstæðisflokkurinn vilji fá eitthvað til að draga sér upp úr síki. Ég held að hann hafi ekkert gaman að því að segja að þetta sé í raun og veru hans fjármálastefna og hann vill auðvitað fá einhverja til að hjálpa sér út úr því og það getur verið pólitískt góðverk en mér finnst það ábyrgðin eigi að vera á herðum þeirra sem bera þessi lof og fram og fá stuðning kjósenda til að halda óbreyttu framkvæmda hlutfalli á óbreyttum framkvæmdum og skera helmingina tekjuöflunni niður. Ég hef aldrei vitað til þess að svona pólitík gengi upp en þeir hafa lofað í og nú þurfa þeir að standa við það. Já, það verður mjög fróðlegt að sjá það. Þannig að þú hafnar alferðið þessi einhverjum hveitibrauðstöðum ríkisstjórnarnar lokið eða eitthvað slíkt. Nei, mér náttúrulega löngu lokið. Hveitibrauðsdagar eru svona 3 fyrstu mánuður sem ríkisstjórnin hefur skjól og eftir það þá bara hjóla menn í ríkisstjórn eftir sínum sjónarmiðum og eftir hvernig vindar blása. Þannig að það nú meir en heilt ár síðan að hveitibrauðstöðunum lög. Til að slúta þessu, eigum að segja Guðrún Hafsteinsdóttir sé stóri sigurveri þessa kosninga? Já, ég held að það sé alveg ótvírætt. Við höfum tekið eftir því að það hefur verið sótt mjög að henni innan flokksins og ýmsar bollaleggingar hér og þar að það verði boðið fram gegn henni á næsta landsfundi. Nú held ég að allar svoleiðis hugmyndir séu úr sögunni. Ég held að hún hafi bara treyst sig í sessi og sé framtíðar formaður flokksins. Ég skil hins vegar ekki alveg að formaður í sjálfstæðisflokknum skrifi upp á fjármálapólitík af því tagi sem flokkurinn bauð fram í Reykjavík. En það önnur saga.
kom stuðningur við það sem hlýtur að geirnegla hana í þessum stóli. Já, sko talandi það og Dagur B. og Guðlaugur Þór voru í flottu viðtali á Silfunni í gærkvöldi þessum voru að tala að Guðlaugur fullyrti það að þetta útspil Kristrúnar að blanda sér inn í bæði Kópavogs módelið og Kópavogin og Reykjavík hafi ekki virkað. Við munum alltaf aldrei vita hvort það hafi virkað eða ekki en með úrslit kosninga gekk allavega ekki sérstaklega vel. Var þetta klókt útspil á forsætisráðherra að vera í svona hlutverki? Það nú, allir flokksformenn styðja sína frambjóðendur en þeir gera það með mismunandi hætti eitt á við þennan tíma og í annan tíma stundum koma menn og ganga fram fyrir skjöldu, í annan tíma eru flokksformenn svona meira á bakvið. Ég held að það bara verða að metast eftir aðstæðum og ég kann ekki alveg að rýna það hvort að þetta bætti, kannski hefði samfylkingi var verð ef hún hefði ekki beitt sér engin veit út úr því en þeir þó að þetta sé slög kosning þá halda þeir þó sínum fulltrúum í Reykjavík og þannig að ég held að sé mjög erfitt að vera með fullyrðingar það. Já, og mætti kannski alveg segja að einhver leiti þetta hafi verið ákveðin varnarsigur að því leitinu til að kominu þetta ákveðin kannski valda þreita og með misvinsæla borgarstjóra í bæði Degi B. sem er mjög umdeildur og svo Rúna Heiðubjörg. Þannig að Pétur kannski vann einhvern smá varnarsigur. Já, þau voru náttúrulega búin að vera mjög lengi með forustu í borgarstjórn Reykjavíkur með smá hléi þegar að Framsókn tók forustuna og einhvern tímann lætur löng stjórn að setja alltaf undan. Ég meina það er svona svolítið lögmál í pólitík en svo komu upp auðvitað svona kannski einstök mál sem gerðu þeim erfiðara fyrir, ég veit ekki hvort það reyði úrslitum eða ekki. Nei, það er ljóst að það er æriverk fyrir höndum borgarstjórnarinnar. Já, óskum Hildi Björns til hamingju. Já, og Sessor hafa nú hingað til sér eftir sig í fyrirtækjum en það er spurning hvort ég geti hjálpa borgarstjórninni eitthvað í náinni framtíð. Það er ekki ólíklegt. Vinna þetta náðu með stjórnendum, lykilstarfsmönnum og öðrum hjá viðskiptaöðrum. Ráðgjöfun tekur með að viðskiptamarkmiðum, fjárhagslegum forsendum og rekstrarlegum áhrifum á hverjum tíma en mér langaði að ræða aðeins Ólaf Ragnar Grímsson sem kom til okkar í þátt 300 og ef við stiklum kannski á nokkrum punktum við komum þetta í raundæminu eftir en mér langaði að ræða við meðal annars NATO 1982 Ólafur Ragnar sagði í pontu á Alþingi kenningin Atlantshafsbandalagið sem varnarbandalag lýðræðisþjóða hefur reynd ekki staðist. Hann sagði NATO-aðildina hafa gert Íslanda tryggu fórnarlambi á fyrstu klukkustundum kjarnorkustyrjaldar. ES 93 segir hann einfallega ég segi nei, talaði evrópska draumsýn sem hefur breyst í martröð. Staðreynd í dag er svo að 82,5% af vöruútflutningi Íslands fer til Evrópu. Þú var sjálfur ráðherra á þessum tíma og tókst þátt í að koma ES á. Þú skrifað að Alþýðubandalagið hafi gert pólitísk mistök með ES-andstöðunni. Ef við komum bara að þessi 10 raundæmi sem Ólafur tók, hvernig horfaðu við þér? Já, fyrst þessar tilvitnanir, þær sína bara að hann var á móti EFTA sem reyndist Íslandi mjög vel. Hann var á móti NATO sem hefur bara verið grundvöllurinn af því við höfum geta varið fullveldi landsins. Hann var á móti EES sem raunverulega var lyfti stöng í íslensku atvinnulífi og hefur verið grundvöllur verðmætasköpunar. Þannig að í öllum þessum málum hefur reynslan sýnt að hans skoðanir bara fjallu í verði í búð reynslunar og núna beitir hann sömu rökum gegn því að stíga þetta skref frá aðild sem eru 3/4 aðild að Evrópusambandinu upp í fulla aðild og beitir sömu rökum í gamla daga og ég svo sem ég held að bara sagan dæmi það. En þú nefndir þessi raundæmi og ég tók eftir því í þættinum hjá ykkur að hann sagðist hafa undirbúið sig fyrir þáttinn með 10 raundæmum
Ég gat nú, hann taldi dæmi upp í 6 en ég gat nú fundið 7 og ég hef bara farið yfir þau mjög nákvæmlega. Já. Og veit ekki hérna þá bara nefna þau. Já. Að fyrsta raundæmi sem hann tekur að öll grannríki Íslands og þá tiltekur hann Grænland, Færeyjar, Noreg og Bretland standi utan Evrópusambandsins og þess vegna sé eðlilegt að Ísland geri það líka. Hann gleymir nú einu og sennilega ástur á því að það styttra frá Reykjavík til Dublin heldur en frá Reykjavík til Lundúna eða Reykjavík til Oslo. Þannig að í þeim skilningi Írland og þetta meira grannríki heldur en bæði Bretland og Noregur. En akkur sleppir hann þessu dæmi þar að því að hagvöxtur hefur verið meiri á Írlandi sem bæði aðili að Evrópusambandinu og í evrópska myntbandalaginu með evruna. En það eru fleiri atriði sem koma inn í þessa mynd. Færeyingar, þeir eru að sönnu ekki aðilar að Evrópusambandinu en þeir eru með gjaldmiðil sem fasttengdur við Evrópusambandið og nýtur verndar Evrópska seðlabankans. Þetta grundvöllurinn að efnahagslegum árangri Færeyinga. Þeir hafa búið meiri stöðuleika en Ísland af þessum sökum og þeirra hagvöxtur hefur verið meira á Íslandi af því að þeir eru með gjaldmiðil sem fasttengdur evrunni. Þessa staðrind verður að taka inn í þessa mynd. Svo verðum við að taka inn í myndina að Bandaríkin hótuðu Dönum að setja ofurtolla ofan á ofurtollana sem þeir höfðu lagt á þá fyrir til þess að knýja á þá til að láta Grænlanda hendi. Þegar það gerðist þá reis Evrópusambandið upp á afturfæturnar og sagði við Bandaríkin ef þið ætlaði að koma svona fram við eitt af okkar minni ríkjum þá mæti þið öllu Evrópusambandinu. Og Bandaríkin dróðu þessa hótun tilbaka og það var hún sem bjargaði fullveldi Danmörkur og Grænlands, hvorki meira en minna. Þannig að segja að aðild Dana að Evrópusambandinu hafi ekki hjálpað Grænlandi, það beinlínis kom fullveldi Grænlands til bjargar í þessari stöðu. Síðan verðum við að taka tillit til þess að Ísland og Noregur að 2/3 hlutum aðilar að Evrópusambandinu. Við tökum sjálfkrafa upp allt regluverk innri markaðarins, öll löggjöf viðskipti, fjármál og neytendavernd á Íslandi, öll þessi löggjöf sem hefur skapað nýjan hagvöxt og aukna velferð, hún vegna aðildar okkar að innri markaði Evrópusambandsins. Þannig að það ekki hægt að láta sem svo að Ísland og Noregur hafi enga aðild að Evrópusambandinu og að hún hafi ekki skipt neinu máli. Það bara fullkomin blekking. Já. Loks verðum við að horfa á það að atvinnulífi í Noregi og reyndar einnig samtök atvinnulífsins í Bretlandi hefur lagt á það ofur áherslu eftir að Bandaríkin hurfu frá því að vera forystu þjóð frjálsra þjóða sem berjast fyrir frjálsum viðskiptum og tollfrelsi yfir í það að vera forystu þjóða sem leggja á viðskiptahindranir og ofurtolla. Þá hefur atvinnulífið í Noregi sagt við sína ríkisstjórn það var hægt að standa utan tollabandalagsins þó að væri óhagræði af því meðan allar þjóður í heiminum stemdu að því að lækka tolla og ryðja burtu viðskiptahindrinum. En núna þegar það alheims tollarstríð getur lítið land eins og Noregur ekki staðið fyrir utan tollabandalagið. Þetta boðskapurinn frá norsku atvinnulífi til norsku ríkisstjórnarinnar. Það ekki hægt að sleppa þessari staðreind út úr raundæminu. Þá erum við bara fullkomlega að blekja. Annað
rauðdæmi sem hann nefndi var þetta að ekkert Norðurlanda nema Finnland væri með evru og evru tenging dönsku krónunar væri hreint aukaatriði. Við vorum aftur að horfa til Írlands sem hluti af þessum nágrannahópi okkar ef við bara mælum rétt í kílómetrafjölda. Já. Írland með evru og meiri hagvöxt en við. Og þegar hann fullyrðir að tenging dönsku krónunar sé aukaatriði skulum við og samningurinn við Evrópska seðlabankann sem að hann verji þessa tengingu þá gerðist það árið 2015 að svona alþjóðlegir gjaldmiðlabraskarar gerðu áhlaup á dönsku krónuna og svissneska frankan sem lengi hefur nú verið talin einn sterkasta mynt í heimi. Áhlaupið olli því að svissneski frankin hríðfjall og það var alvarleg kreppa í Sviss. En samstarf Danmerkur og Evrópska seðlabankans gerði það verkum að danska krónan stóðst þetta áhlaup og segja að tengingin sé aukaatriði þegar svona kemur upp. Ísland alveg nákvæmlega jafn óvarið gagnvart svona áhlaupum eins og danska krónan og við þurfum alveg jafna vörn gagnvart því. Já. En kannski skiptur mestu í þessu sambandi að Ísland, allur íslenskur útflutningur hann starfar í evrum. Bæði tekur hann sín lán í evrum og gerir upp sína reikninga í evrum. Þetta 40% þjóðarframleiðslunar. Vaxtaákvarðanir sem ráða samkeppnishæfni útflutningsgreina á Íslandi, þær eru teknar í Frankfurt en ekki Reykjavík og þannig hefur þetta verið í 30 ár og það þessi staðreind að íslenskar útflutningsgreinar starfa í evróskri mynt og búa við vaxtaákvarðanir sem eru teknar í Frankfurt sem hafa gert það verkum að sjávarútvegurinn jafn samkeppnishæfur og sterkur. Ef hann ætti að búa við vaxtaákvarðanir sem varu teknar í Reykjavík, þá væri samkeppnisstaða hans miklu lakari. Gott ef ríkið þyrfti ekki að veita styrki til þess að niðurgreiða lán svo til að tryggja samkeppnishæfni hans. Þannig að þetta annað raundæmi fellur algjörlega sjálft sig að menn skoða heildarmyndina. Þriðja raundæmi sem hann nefndi var það að innan Evrópusambandsins væri mestur hagvöxtur í Pólandi og Tékklandi. Út af fyrir sig alveg rétt. En það bara nýkomin út skýrsla sérfræðinga sem sýnir fram á það að 42% af þjóðarframleiðslu Póllands má rekja til aðildar þeirra að Evrópusambandinu. Þannig að það ekkert smáræði sem aðildin að Evrópusambandinu hefur gefið þeim í auknum hagvexti. Núna eru bæði Pólverjar og Tékkar að undirbúa eða fara í miklar varnarframkvæmdir. Þeir geta ekki fjármagnað það með innlendum lánum. Af því að vaxtakostnaðurinn allt og hár, þeir ráða ekki við það. Þeir verða að fá lánaðstóð frá Evrópusambandinu til að fara í slíka framkvæmdir. Og taka ekki þetta með í raundæmi þegar að Pólandi notað að það bara til þess að villamönnum sín. Já. Síðan skulum við hafa í huga að það 7% halli á ríkissjóði Póllands. Já. Og það að hluta til vegna þess að þeir eru að borga miklu hærri vexti heldur en samkeppnislöndin sem nota evru. Allt þetta þarf að hafa í huga þegar að þetta raundæmi með Pólland tekið.
Fjórða raundæmið sem hann tók, þar segir hann að 3 Evrópuríki, Ísland, Noregur og Sviss, skari fram úr án þess að vera í Evrópusambandinu og utan evrusvæðisins og það sýni að ekkert samhengi sé á milli evru og lífskjara. Skoðum þetta nú aðeins nánar. Ég bara nefni aftur þessa staðreind að Ísland og Noregur eru að 3/4 hlutum til aðilar að Evrópusambandinu með fullri aðild að innri markanum. Þannig að það er bara alls ekki rétt að við stöndum alfarið fyrir utan. Sviss er ekki beinn aðili að þessum EES-samningi en þeir eru með marga mjög flókna samninga við Evrópusambandið sem tryggja þeim mjög hliðstæð réttindi en eru miklu erfiðari í framkvæmd. Og inn í þetta vantar líka dæmi sem ég er búin að nefna hér áður að allur íslenskur útflutningur er þegar með evru og íslenskur efnahagur ræðst að miklu leyti af því að útflutningsstarfsemin er fjármögnuð á vöxtum sem eru ákveðnir í Frankfurt. Þannig að þetta dæmi fellur nú sjálft sig og svo þarf ekki að fara lengra en til Írlands og Lúxemborgar til þess að finna dæmi ríki sem eru bæði aðilar að evrunni og Evrópusambandinu og eru alveg með sambærilegan hagvöxt eins og Ísland, Noregur og Sviss. Þannig að mér sýnist að þetta raundæmi sé algjörlega fallið. 5. raundæmið er Grikkland. Þar sagðan að Evrópusambandið hafiði bannað Grikkjum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu að fella niður eigin skuldir og Ísland hafi risið hraðast allra upp úr hruninu. Inn í þetta þannig að taka ýmis fleiri viðmið. Í fyrsta lagi þurfum við að gera okkur grein fyrir því að það voru ríkisskuldir sem ollu vandræðunum í Grikklandi en hjá okkur var þetta gjaldeyriskreppa. Við áttum bara ekki nægilega mikið að evrum. Til þess ef við hefðum verið með evru hefðu bankarnir sennilega aldrei fallið. En hitt kannski mikilvægar að hafa í huga að það hefur engin þjóð nokkur sinni fellt niður eigin skuldir með þjóðaratkvæðagreiðslu og það hefum við ekki heldur gert. Og það sér það hver maður í hendi sinni ef það væri viðurkennd regla þá eru þau bara engin lánaviðskipti milli þjóða, það bara gengur það engin treysta hver öðrum í því. Nei. Og veruleikin sá að við greiddum alla Icesave-skuldina, þrotabú Landsbankans og tryggingarsjóður innstæðueigenda borguðu alla Icesave-skuldina með vöxtum og áföllum kostnaði. Þannig að við losnaðum, þjóðarbúið losnaði ekki við eina einstu krónu af þessum skuldum. En stærsta máli í þessu samhengi var kannski það að við vorum aðilar að reglum innri markaðar Evrópusambandsins. Þær sagðu alveg skýrt, ríkissjóðir landa bera ekki ábyrgð á innistæðum einkabanka. Og þetta var afstaða Íslands og hafiði bara fulla stoð í löggjöf Evrópusambandsins og þegar að Bretar og Hollendingar fara með þetta fyrir EFTA-dómstólinn þá gat hann ekki komist að annarri niðurstöðu en þeir sem bara stóð í reglum Evrópusambandsins og þar með voru okkar hagsmunir tryggðir. Ef Bretar og Hollendingar hefðu verið óbundnir af reglum Evrópusambandsins sem tryggðu okkar hagsmuni, þá hefðu þeir geta beitt styrkleika sínum og stærðarmismun til að knýja okkur með ýmsu móti. Það eru þær aðferðir sem Bandaríkjamenn nota í dag til að knýja þjóðir og það er að beita stærðaraflinu gagvart. Við höfðum lent í þeirri stöðu gagvart Bretum og Hollendingum
ef þeir hefðu ekki verið bundnir, við hefðum ekki notið þessarar verndar sem Evrópurétturinn gaf og ef þeir hefðu verið óbundnir þá hefðum við verið í mjög veikri stöðu. Þannig að þarna var hinn stóra vörn Íslands í Icesave-málinu. Svo ef við komum aftur beint að Grikklandi, þá voru skuldir ríkissjóðs Grikklands helmingi meiri en skuldir Íslands. Við vorum með tiltölulega hóflegar ríkissjóðsskuldir og ég held að það sé að miklu leyti Geir Haarde að þakka, hann hafði notað froðu hagvöxt til að greiða niður skuldir ríkisins. En kjarni málsins sá að Grikkir sem skulduðu hlutfallslega helmingi meira heldur en Ísland borguðu helmingi minna hlutfallslega í vexti heldur en við. Af hverju? Af þeir voru í evrunni. Og svo má ekki gleyma því í þessum samanburði að við gerðum samning við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn til að bjarga okkur í hruninu. Sá samningur fól það í sér að við yrðum að láta fullveldis yfirráð okkar í ríkisfjármálum og peningamálum af hendi til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í tæp 3 ár. Þetta var mjög hagstæður samningur. Og bjargaði auðvitað Íslandi í þessari erfiðu stöðu en við urðum að fórna fullveldi á þessum mikilvægustu sviðum sjálfstæðisins, ríkisfjármálum og peningamálum og dettur einhverjum í hug að Grikkir hefðu getað ætlast til þess að fá aðstoð frá Evrópusambandinu án þess að það setti einhver skilyrði fyrir þeirra aðstoð. Við urðum að samþykkja þau skilyrði, gerðum það með glöðu geði og það skilaði okkur miklum árangri. Í dag meiri hagvöxtur í Grikklandi heldur en á Íslandi. Já. Þannig að ég sé ekki að það standi mikið eftir af þessu raundæmi. 7. raundæmi sem hann tekur það að Evrópusambandið sé nú ekki það sama og 2009 þegar að við settum umsókn á stað. Þetta sannleikurinn í þessu sá að grundvallar sáttmálar Evrópusambandsins eru nákvæmlega sömu. Það hefur engu verið breytt í grundvallar sáttmálum Evrópusambandsins á þessum tíma. En hitt rétt að Evrópusambandið hefur gjörbreyst af hverju? Af því að það hefur verið sveigjanlegt og það hefur getað tekist á við nýjar aðstæður og nýjar áskoranir. Og það einmitt kosturinn við Evrópusambandið að það ekki staðnað í einhverju fortíð, það tekst á við ný verkefni og það einmitt þess vegna sem við sjáum hag okkar í því að gangin í sambandið að það að takast á við nútíman og framtíðina en ekki stopp í fortíðinni. Ég held að það verður nú sjálfsagt útúrsnúningur að mér að segja að Ólafur hafi verið með þessu að segja að við ættum bara að binda okkur við fortíðina en það væri nú ekki sanngjarnt gagnvart honum en þetta sýnir að raundæmið sem hann tekur þetta það bara hefur enga stoð. Giggo, eða vantar hjálp, nefndu það bara. Já. Þetta tengja Giggo menni við hjálpfúsa giggara. Hvort sem það pípari, smiður, rafvirki, skemmtikraftur, ljósmyndar á árshátíð. Eða bara sjáum þetta. Flutningar, þrif. Giggo. Fagfólk sem gera það sem gera þarf. Ég græjaði fyrir pappa minn, hann ég þarf að láta mála útidöruhurna mína. Ég veit ekki hvernig ég var græjaði fyrir það. Ég bara græjaði, hann gamli skólinn sko, hann ekki að downloada appinu og þannig ég gerði það fyrir hann. Hann bara komin í samband með einhvern algjöran meistara sem bara núna að græja allt húsi fyrir hann sko. Og klíndi SPG ekki 5 stjörnum á hann? Jú, og kannski einhverju lói var svona honum. Já. Elko, Huawei, snjallúrin, þau eru að slá í gegn þess að dana. Þau eru á 59.995. Og þetta Watch GT Runner 2 snjallúrin. Að Garmin ólöstu þá... Já, menn að tala um það. Á þetta minnstakosti samkeppnisæft. Það ekki hægt að segja hana. Og Elko þetta með framúrskarandi þjónustu og við fengum 8 til þess að ræða það í lengstu lof hvað þeir hafa verið að gera og innlega. Þeir að gera frábæra hluti. Já. Hann nefnir sérstaklega Bretland sem farið út líka þarna.
Þetta sé ekki samút af því líka, af því að Bretland ekki lengur í Evrópusambandinu? Jú, vissulega, allir eða margir héldu að það myndi leiða til þess að bara öll Evrópa myndi leysast upp en eftir útsögn Breta hefur aldrei verið meiri samstaða innan Evrópu að halda þessu áfram og ýmsir flokkar lengst til hægri sem ætluðu að segja upp evrunni, þeir hafa breytt þeirri afstöðu til að mynda á Ítalíu og núna mikill meiri hluti Breta á þeirri skoðun að ganga aftur inn og atvinnulífið í Bretlandi segir að það sé algjörlega nauðsynlegt fyrir bresta atvinnulífið að vera hluti af tollabandalaginu. Þannig að þetta dæmi bara úr lausu lofti gripið. 7. raundamið sem hann tók var að öryggis- og varnarmál hafi ekki leikið neitt hlutverk þegar umsóknin var sett fram 2009. Það að sömuleyti rétt, það var ekki mikil áhersla á þau. En hér hefur heimurinn bara algjörlega breyst, bara snúist á hvolf. Tökum bara eitt dæmi sem lítur að vörnum Íslands, að því að heimurinn hefur snúist á hvolf bæði að þér varðar varnir og efnahagslegt samstarf. Og bara okkur stendur tiltölulega mjög lítil hætta af því að Rússar komi hér með flota og sendi menn á land og hertaki landið. Hættan og ógnir sem stæðir að Íslandi í dag felst í fjölþótta ógnum. Það eru árásir á margs konar innviði, það eru árásir á sæstrengi eins og við þekkjum í nágrannalöndunum allt kringum okkur, það eru árásir á mikilvæg tölvukerfi bæði ríkisstjórna og mikilvægra fyrirtækja. Meiri segja var flugvél Landhelgisgæslunnar að fljúga með forsætisráðherra Íslands og varð fyrir fjölþátta ógn af þessu tagi og misti staðsetningar möguleikan í nokkrar mínútur. Það er ekki hægt að hugsa sér meiri árás á fullveldi eins ríkis en að trufla þannig Landhelgisgæslu flugvélar með forsætisráðherra Íslands. Þetta ógnirnar sem stæðja að okkur í dag en voru ekki raunhæfar eða talin en hætta af 2009 og veruleikin sá að varnarsamningurinn tekur ekki til þessara ógna. Við höfum enga stoð í varnarsamningnum gagnvart þessu og Evrópusambandið hefur í samvinnu við NATO, af því þetta eru nú sömu þjóðirnar að mestu leyti, hefur í samvinnu við NATO verið að byggja upp varnarviðbrögð gegn þessari nýju ógn. Þannig að þær þjóðir sem ætla að verja öryggi sitt í samstarfi við aðrar þjóðir á þessu sviði gera það ekki NATO heldur með sömu þjóðum í Evrópusambandinu. Og hér eru mörg ríkisfyrirtæki en líka mörg stór einkafyrirtæki sem eiga gríðarlegra hagsmuna að gæta. Það liggur ljóst fyrir að engin Evrópuþjóð getur ein og óstudd án alþjóðleg samstarf varist í þessu. Þannig að það væri fullkomið ábyrgðarleysi af Íslandi að horfa fram hjá þessu og segja að við eigum bara að taka ákvörðun í dag út frá sömu forsendum í þessum efnum og voru 2009. Þá erum við bara ekki að standa vörðum íslenska hagsmuni og hagsmuni íslensks atvinnulífs og ekki að verja fullveldi Íslands. Við getum líka tekið breytingu sem felst í því að 2 af nágrannaþjóðum okkar hafa nýlega efnt til heræfinga. Til hvers? Til þess að æfa viðbrögðu hugsanlegri innrás Bandaríkjanna, bæði Danir og Kanadamenn. Þetta svoleiðis algjörlega ný staða sem væri fáránlegt að loka augunum fyrir og að nefna raundæmi það
sem sleppir þessari staðreind væri algjörlega út úr korti. Við töluðum áðan það hvernig Evrópusambandið bjargaði Dönum þegar á dögunum þegar að Bandaríkin ætluðu að þvinga þá með tollum til þess að gefa eftir fullveldi Grænlands. Svona viðskipta þvinganir eru miklu ríkari í dag en þar voru áður fyrr náðu menn markmiðum eins og þessu að taka til sín fullveldi annarra ríkja bara með vopnavaldi. Í dag eru Bandaríkin og önnur ríki munu sjálfsagt fylgi í kjölfarið að beita þessum efnahagslegu þvingunum. Danir gátu ekki leita til NATO til þess að verjast þessari og það var útilokað. Þannig að það var aðild þeirra að Evrópusambandinu sem bjargaði þeim. Hinn leiðin var alveg útilokuð og það þarf að taka tillit til þessara nýju aðstæðna sem ekki voru fyrir hendi 2009. Þannig að þegar ég er búin að fara yfir þessi atriði og fara ofan í saumana á þeim, þá finnst mér eins og okkar gamli góði forseti hafi bara haft asklokk fyrir himinn þegar hann tiltók þessi dæmi og við verðum að horfa á stöðuna út frá nýjum aðstæðum dagsins í dag og hvernig við metum framtíðar stöð okkar. Þetta er auðvitað kjarni málsins. Já. Haft asklokk fyrir himinn, þetta er skemmtilegt. En ég veit ekki hvort það heyrði til raundamanna, en það var, og mér finnst það skemmtilegt orðaræði hjá Ólafi, en að tala það að það þýddi ekkert eða að minnst ekki eitt og sér að koma sér í mjúkin hjá kommissörunum þannig í Brussel heldur væri líka stundu smábæjarpólitík bara innan hvers og eins lands og það væri smábæjarpólitík þarna eins og annars staðar. Er það eitthvað sem að ég meina að sjálfsögðu bara er það alveg allstaðar. Já, ég meina það er smábæja, það er reppapólitík við fjárlega gerð á Íslandi og það er allstaðar, það er reppapólitík við fjárlega gerð í Bandaríkjunum. Það hafa verið skrifað bækur. Þannig að reppapólitík er allstaðar. En kjarni málsins er þá sá að það sem skiptir okkur máli sem smáþjóð er það að við okkar hagsmunir eins og kom fram í Icesave-málinu eru að verja okkur með alþjóðlegum reglum. Þannig að það sé ekki lögmál frumskógarins þar sem sterkasta þjóðin ræður alfarið hvernig viðskipti þjóða milli fara fram, heldur séu það alþjóðlegar leikreglur og hagsmunir Íslands eru að halda áfram fríverslunarstefnunni og nú er henni ógnað af þessu mikla afli af Bandaríkjunum og við eigum þá að verja stöðu okkar með eina bandalaginu í heiminum sem er fastmótað og stendur vörðum fríverslunarstefnuna. Það er bara lífshagsmunir Íslands að því við byggjum okkar afkomu á utanríkisviðskiptum og það svo sem ég var nú eiginlega mest hissa á að hann skildi segja að það væri bara fróðusnakk að tala um hugmyndafræði í þessu efni. Öll utanríkisstefna Íslands í 80 ár hefur grundvallast á hugmyndafræði. Hugmyndafræði sjálfsákvörðunarrétt þjóða, lýðræði og frjáls viðskipti. Ef við ætlum að afgreiða þetta sem fróðusnakk sem skipti ekki máli, þá er það grundvallar breyting á utanríkisstefnu Íslands og myndi setja okkur algjörlega út af hliðarsporinu. Þannig að ég held að ég bara trúi því að hann hafi nú eiginlega mismælt sig með þessum yfirlýsingum að því að þarna er bara að ræða grundvallar atriði í íslenskri utanríkisstefnu.
þessi vestrænu gildi, þau eru meitluð inn í stoppsáttmála bæði Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins. Í stoppsáttmála Atlantshafsbandalagsins talað lýðræði og frelsi og þau vestrænu gildi sem sáttmálinn byggir á, en í annarri grein sáttmálans kveðið á það að þjóðirnar hafi með sér efnahagslegt samstarf á grundvelli frjálsra viðskipta. Og nú hafa Bandaríkjamenn yfirgefið þessa aðra grein sáttmálans og stofnað til tolla og viðskipta hindrana, en Evrópuþjóðirnar standa fast með annarri greininni og halda áfram samstarfinu frjálsa verslun. Og alveg sömu grundvallar hugmyndafræði, sama grundvallar hugmyndafræði skrifuð inn í stoppsáttmála Evrópusambandsins. Og við eigum heima þarna. Ef við ættum allt í einu að flytja okkur til og segja, nú eigum við heima með þjóðum sem ekki hugsa þessi grundvallaratriði, og við eigum heima með þjóðum sem reka tollverndastefnu, þá það svo mikil breyting á utanríkisstefnu að ég held að það ætti öllum að vera ljóst að það myndi leiða til mikils skaða fyrir íslenskt efnahagslíf, en líka mikilar áhættu fyrir fullveldi Íslands. Já, en ertu sammála, Ólafi, með það, sko, þegar hann talar þessa umræðu sem einkennst af hugmyndafræði, sko, ef ég tek bara núna það sem að Ólafur varpaði fram í þettinum hjá okkur og síðan hvernig þú hefur rækið þessar staðreyndir hverja fyrir sig, sko, þetta byggir ekki hugmyndafræðilegum grunni, heldur þið bara að taka hana raundæmi og tala í staðreyndum, og kannski erfiðar að gera það þegar maður hefur minni tíma, en ekki eins og hjá okkur þar sem við gefum lengri tíma til þess að ræða sitt mál, og þetta eru þið báðir margfróðir og hafið séð ýmislegt og upplifað tímana tvenna, en tengjur þú ekki við hann þar að oft umræðan kannski heldur grunn og talað í frösum? Jú, ég alveg sammála því að það allt og mikið af frösum í þessari umræðu, en ég get ekki tekið undir með honum að hugmyndafræðin í utanríkisstefnu Íslands í 80 ár, hugmyndafræðin lýðræði, fullveldi og viðskiptafrelsi sé ykkur froða sem ég ekki að tala ég bara get ekki verið ósammála einu manni meir en þetta Ísland, það þessi hugmyndafræði. Þessi hugmyndafræði lá til grundvallar sjálfstæðisbaráttunnar, fullveldinu, og hún lá til grundvallar þegar við gengum inn í NATO og síðan inn í EFTA og svo innri markaði. Þannig að henda þessum grundvallar atriðum bara í stefnu Íslands til áratuga, ég get ekki verið ósammála einu manni meir. Nei. Ég verð bara að segja það. Sko, og ég vona að hann ekki marga fylgjendur, því að þá færi nú virkilega illa fyrir Íslandi. Já, sko, 2 raundæmi viðbót sem ég held að hann hefði bara gleymt að númera, en ég held að hann allavega tók þau og ég ætla að slá þau saman í eitt. Hann segir hann sagði þetta nokkur, það eru 30 ár síðan Samfylkingin ákvað að stefna inngöngu í Evrópusambandið, þá voru engin fyrirvarar á þeirri stefnu, ekki tala að kíkja í pakkan og svo framvegis, og svo segir hann Viðreisn var stofnað á þeim grundvelli að ganga skildi í Evrópusambandið, það var megin ástæða fyrir klofningi flokksins frá Sjálfstæðisflokknum. Þetta góð röndum með hjá honum? Að núna ég að fara að kíkja í pakkan en þarna var... Nei, algjörlega, ég tók nú bara að kíkja í pakkan, við skulum taka það sér, en bara varðandi Viðreisn, þá var afstaða Viðreisnar frá upphafi bara svo sama og var í Sjálfstæðisflokknum, að þegar að farið var að stað með umsóknar 2009 sagði Sjálfstæðisflokkurinn, við höfum að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að við förum í viðræðurnar og svo aðra þjóðaratkvæðagreiðslu þegar við sjáum niðurstöðuna. Þegar að Viðreisn var og svo sveik Sjálfstæðisflokkurinn hann hafði þetta kosningalofurinn 2013 og hann sveik þetta þegar Viðreisn var stofnuð,
þá hélt hún bara áfram þessari stefnu Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er og í allan tíman að þá var það afstaða Viðreisnar og líka afstaða Samfylkingarinnar fyrir 30 árum þegar hún steigði þetta skref að Ísland yrði að semja sérlausnir. Við settum fram kröfur sérlausnir þegar við gengum í EFTA vegna sjávarútvegsins og við náðum þeim fram. Við settum fram miklar kröfur sérlausnir fyrir sjávarútveginn þegar við gengum inn á innri markaðinn og við náðum þeim að mestu leyti fram. Það er mjög athyglisvert að kröfur Íslands sérlausnir að Evrópusambandið féllst á þær þá. Og þannig að þær hafa alltaf verið hluti af þessari heildarmynd. Ég bara svo ég taki dæmi sjálfa mig, að þá var það þannig að þegar ég var formaður í Sjálfstæðisflokknum, allir það ekki verið 1989, þá skipaði ég sérstaka framtíðarnefnd sem átti að horfa fram til aldamóta þróun íslensks samfélags og ég fekk Davíð Oddsson til þess að leiða þá nefnd og megin tillaga nefndarinnar var sú að Ísland ætti að sækjum aðild að Evrópusambandinu, ekki endilega því að við varum alveg komin að þeirri niðurstöðu, en við ættum að setja fram okkar sérkröfur, láta á það reyna og meta svo stöðuna þegar að upp var í staðið. Ég sannfærðist alveg bæði þessa hugmyndafræði að okkar hagsmunum væri betur borgið en Evrópusambandsins og þessa aðferðafræði þá og ég hef bara haldið mér við hana allar götur síðan. Þannig að þessi hugmyndafræði er bara fjarri því að vera eitthvað nýtt að nálinni og þessi hugmyndum aðferðafræði er bara eldgömul og það er langt síðan að ég féll fyrir henni og ég hef bara ekkert kvikað frá henni síðan. Hann líkir ESB-sinu við gömlu kommana og Sovjet, Ísland, Óskalandið, hvernig svarar þeim samanburði? Ég skil það nú ekki. Nei. Sovjetríkin, þau voru landviðskipta hindrana, Evrópusambandið er bandagla ríkja frjáls viðskipti og reglur Evrópusambandsins eru gerðar í þeim tilgangi að einfalda viðskipti og einfalda regluverk. Ef öll aðildarríkin væru hvert fyrir sig með sitt regluverk, þá yrði regluverkið miklu flóknara og viðskipti mjög erfið. Regluverkið, samræmt regluverk er til þess að einfalda viðskipti og það hefur virkilega sannað tilgangsinn. Við höfum aukið þjóðarframleiðsluna á grundvelli viðskipta og þáttöku í þessum sameiginlegu reglum. Það sést nú best að því þegar Bretar fóru út, meðal annars að því að þeir sögðu við viljum hafa fullur yfirráð yfir okkar reglusetningu sjálfir, en á daginn kom að þeir urðu að viðhalda Evrópureglunum til þess að geta haldið áfram að selja inn á evrópskan markað og þetta höfðu menn auðvitað mátt sjá fyrir. En bara að líkja bandalegi frjálsra viðskipta við kommunisma, ég skil ekki hvernig hægt er að koma því heim og saman og þetta hlýtur nú hafa bara dottið út úr honum óvart. Ég held að hann get ekki hafa meint það í alvöru og hann hefur örugglega ekki verið búin að hugsa það áður en hann kom í þáttinn til ykkar. Nei. Eitt í sambandi við að einfalda regluverk til þess að liðka fyrir atvinnulífinu. Sko, það hefur auðvitað verið meining Evrópusambandsins, en þeirra var kannski aðeins verið að upp á síðkastið dragi í land með það sem einhverju kalla reglufargan og við sjáum að þessi stærstu fyrirtæki heims koma flestöll frá Bandaríkjunum og síðan Asíu, örfá frá Evrópu eftir nokkur topp 50. Sko, auðvitað gera Evrópusambandið margt gott í því að passa að við stöndum saman gegn ýmsu, til að mynda
ég kannski ekki besti maður til að fara með þetta, en til dæmis bara með hlæðslutækin, að allir noti sömu hlæðslutæki í stað þess að Apple geti bara gefið út nýtt hlæðslutæki á hverju ári, en hafa þessar reglugerðar einhver leyti verið til trafala? Við sjáum líka þróuna í gervigreindinni, þess að Evrópa mögulega að síga aðeins aftur úr. Já, auðvitað, regluverk Evrópusambandsins var til einföldunar. Það ruddi burtu misjöfnu regluverki í öllum þessum ríkjum og bjóð til eina reglu í hverju tilviki sem alla þjóðirnar, og þá sátu líka allir jafnir. Stóra málið fyrir litlu ríkin var það að þau bjuggu þá við sömu leikreglur og stóru ríkin, og stóru ríkin eru það hlýta því, þannig að einföldun á regluverkin eins og Evrópusambandið raun og veru skiptir kannski allra mestu máli fyrir minni ríkin, en þið sjáuð bara á dæmi Bretlands að jafnvel stórveldi eins og Bretland að það getur ekki verið með sitt eigið regluverk upp á sínar eigin spýtur. Það verður aðlaga sig að regluverki stærsta markaðarins, og það hafið þeir reynt að gera eftir að þeir fóru út, og nú segir atvinnulífið þar að við þurfum líka að vera í tollabandalaginu. Auðvitað það í Evrópusambandinu eins og allstaðar, það hefur nú oft verið vitnað í Draghi-skýrsluna í þessu sambandi, og Guð með góður, ef Draghi kæmi nú til Íslands og sæi það sem 3 síðustu ríkisstjórnir, hvernig þær hafa gullhúðað allar reglugerðirnar sem koma frá Evrópusambandinu, þá held ég að hún myndi nú fyrst blöskra. Nú erum við sem betur fyrir konum með ríkisstjórn sem að byrja að afhúða og ætlar ekki að bæta ofan á reglurnar sem við tökum frá Evrópusambandinu eins og 3 ríkisstjórnir sem voru þar á undan. Það eru þetta mikil umskipti fyrir okkur, en það breytir ekki því, og ef þið lesið Draghi-skýrsluna, hann er ekki að mæla á móti þessu regluverki. Hann telur það vera grundvallar atriði fyrir viðskipti, og hann telur að þessi þáttur í starfsemi Evrópusambandsins sé auðvitað sá mikilvægasti, en hann er með ýmsar skoðanir á því að það er að draga úr regluverki hér og þar, og það eru hlutir auðvitað sem allir þurfa að gera sem búa við regluverk að gera það, en bara sjáum árangurinn af þessu einfaldara regluverki í Evrópu, af því að við verum að bera það saman við upphafið, við verum að bera það saman við mismunandi reglur 27 ríkja, og hann hefur komið fram í hagvexti. Hagvöxtur á unna klukkustund í Evrópu er meiri heldur en í Bandaríkjunum, þar sem regluverkið minna. Hagvöxturinn í Bandaríkjunum á mjög afmörkuðu og þröngu sviði, en á breiðu sviði í Evrópu, og þetta segir okkur að almenningur í Evrópu hefur miklu betri kaupmátt heldur en almenningur í Bandaríkjunum. Almenningur í Evrópu hefur miklu lengra frí heldur en í Bandaríkjunum, og almenningur hefur miklu betra heilbrigðiskerfi heldur en almenningur í Bandaríkjunum, og vilja menn virkilega, það sem fyrrum forseti Íslands er að leggja til, að við fórnum uppbyggingu norræna velferðarkerfisins fyrir þessa amerísku hugmyndafræði sem hefur engu skilað fyrir almenning í Bandaríkjunum. Það eru tiltölulega fáir, þröngur hópur ofurríkra manna sem hefur notið ávinningsins af þessu. Viljum við þannig stjórnlausan markaðsbúskap? Ég held að ef við ræðum það ofan í kjölinn, að þá verði ekki margir fylgjendur þess á Íslandi. Nei. Eitt fyrir svona förum að slúta þessum umræðilega, þetta er mjög skemmtilegt og gaman að við erum svona faglegir og fáum báðar hliðar. Það er mikilvægt í þessu fyrir kosninguna góðu 29. ágúst. Gott hjá ykkur. Já, takk fyrir það. Og takk fyrir að koma, Þorsteinn. Ólafur, hann var dálítið ofta að tala hraðaupplöp í utanríkismálum, og maður svona,
ég fattaði ekki í þættinum, en svona eftir þáttin þá áttaði með alltaf að segja að Þorgerður Katrín er okkar besta handboltakona allra tíma. En svona, ég ætla ekki að fara að leggja orðið í munn Ólafs, en maður svona heldur að hann sé að vitna hún var mjög sterk í hraðaupphlaupunum. Erum við að fara í hraðaupphlaup að fara í Evrópusambandið núna, eða fara í þessa vegferð? Eins og hann nefndi sjálfur, Samfylkingin er búin að vera með þetta á stefnuskrá í 30 ár. Það er lengri tími síðan framtíðarnefnd Sjálfstæðisflokksins setti málið á dagskrá með þessum hætti. Það er styttri tími síðan Viðreisn gerði það, því að Viðreisn er bara 10 ára gamall flokkur. Við erum búin að vera að ræða þetta í mörg ár. Við erum að halda áfram aðildar umsókn sem var sett fram fyrir mörgum árum. Gleymum því ekki að þegar við gengum í NATO, sem var, það sem við erum að gera í dag er bara framhald á sömu stefnu. Ef við stígum ekki þetta skref til fullrar aðildar, þá verður hægt að halda því fram að við verum að breyta utanríkisstefnunni og færa okkur nær tollverndarstefnu og færa okkur fjær að því að verja Ísland í samstarfi við aðrar þjóðir. Þannig en þegar við göngum í Atlantshafsbandalagið, þá erum við að hverfa frá hlutleysisstefnu til stefnu sem byggist á hugmyndafræði lýðræði og frjáls viðskipti, og við tókum afstöðu í tvískiptum heimi. Það var pólitískt miklu stærri ákvörðun. Við vorum að breyta grundvöll utanríkisstefnunar. Í dag erum við bara að halda áfram á grundvöll í sömu stefnu. En hvað fór langur tími í þetta? Frá því okkur var boðin aðild að Atlantshafsbandalaginu liðu 2 vikur þangað til að búið að samþykkja aðildina á Alþingi eftir umræðu í hvað marga mánuði? Í 2 daga. og halda því fram að við séum í einhverju skyndu upplöfi núna. Það er bara eins fjarri lagi eins og nokkuð getur verið. Mjög gott. Til að slúta þessu, svona ef við horfum bara viðtali heilt yfir, þetta töluðu kannski, þetta var 3 tíma viðtali, Evrópusambandið kannski 1,5-2 tímar. Þetta er búið að vera brennandi hús samkvæmt að mótaðalum ESB í 20-30 ár. Það stendur nú samt ennþá held ég, allavega síðast þegar ég tjekkaði. Varstu sammála með einhverju leyti eða varstu ósammála allt viðtali? Já, í fljótu bragði man ég nú ekki eftir og bara öll þessi dæmi sem hann kom með og hafði undirbúið sig fyrir að þau bara falla við nánari skoðun. Og það er bara svo mynd sem blasir við. En auðvitað er þetta alltaf atriði sem þarf að ræða, og það er eins og í öllum tilvikum, alltaf þegar menn stíga ný skref, þá þarf að meta heildarhagsmuni. Það er eitthvað sem er verra en áður, en við þurfum að skoða myndina, er yfirgnæfandi meiri hluti atriða til hagsbóta, og ég held að það sé engin vafi í þessu dæmi. Það má alveg finna dæmi sem geta verið okkur í óhag, en miklu meiri hluta eru öll þessi atriði Íslandi í hag og algjörlega nauðsynleg ef við ætlum að halda áfram frjálsu viðskiptalífi og öflugum hagvexti. Og þannig að við verðum auðvitað, en við þurfum að ræða alla þessa hluti, og ég held, og það eru mikil sóknarfæri fyrir sjávarútveginn til að mynda, að sjávarútvegurinn þegar við gengum í EES, að þá var ein af okkar kröfum að auka tollfrjálsan aðgang fyrir sjávarafurðir, og við komum honum upp í 90% af sjávarafurðum sem við vorum að flytja inn til Evrópu var tollfrjáls með þeim samningum. Og það þótt okkur alveg gríðarlega mikill árangur, og meira en við áttum vona á í upphafi. Núna hafa framleiðsluhættir breyst og við erum farnir að framleiða aðrar sjávarafurðir
en við gerðum þá. Þannig að í dag bara 68% af sjávarafurðaframleiðslunni með tollfrjálsan aðgang að Evrópu. Þannig að tækifæri okkar að auka tollfrelsið úr 68% upp í 100% og þar að ekki mun það þýða að það eru í dag tollar á frekari fullvinnslu allra sjávarafurða, það myndi skapast alveg ný tækifæri sem við bara höfum ekki í dag með tollfrelsi á frekari fullvinnslu sjávarafurða. Þannig að þannig eru alveg gríðarleg tækifærið svo bara þetta eina dæma sé tekið. Það verða meiri og við fáum að ráða á okkar sjávarútvegsstefnu sjálfir. Kvótakerfið fær að standa, það eru bara við sem breytum því. Reglan hlutfallslegan stöðugleika, hún þannig að það getur ekkert ríki gert kröfu til veiða hér nema að hafa 30 ára veiðireynslu og það hefur enginn, þannig að það komi engin erlend fiskiskip inn í landhelgina. Og við erum með nákvæmlega sama hugmyndafræðilega grundvöllum sjálfbærni við heildarafla ákvarðanir. Heildarafla ákvarðanir Evrópusambandinu eru teknar með sama hættu og hér. Það eru innlendir vísindamenn, síðan fer alþjóð hafrannsóknaráðið yfir þetta og gerir tillögur. Þannig að undirbúningurinn nákvæmlega sá sami. Ég held að stærsta spurningin svo hvort að við getum haldið fjárfestingar fyrirvaranum sem við fengum í samningunum evrópska efnahagssvæðið, þar sem við opnuðum fyrir frjálsa fjárfestingu í öllum fiskiðnaði og allri fiskframleiðslu en tryggðum að það þarf að vera meiri hluti í útgerðarfyrirtækjum. Og spurninga það raunhæft. Danir leystu þetta vandamál varðandi svona viðkvæmar svo jarðnæði og fleiri sviðum með því að setja inn þá reglu að eigendur að slíkum fyrirtækjum eða jörðum yrðu að hafa búið í landinu í 5 ár og það hefur algjörlega virkað sem fullkomin vörn á þeim sviðum ekki nein erlend fjárfesting. Ég held að þetta verið meiri áskorun fyrir landbúnaðinn og af því að menn þurfa auðvitað líka að ræða þá hluti. Hann skiptir efnahagskerfi Íslands svo sem ekki miklu máli en hann hefur gríðarlega félagslega og menningarlega þýðingu og ég held að allir vilji standa vörð hann. En við verðum líka að skoða hver framtíð landbúnaðarins í óbreyttu kerfi. Það eru misjafnar skoðanir á því. Já. Og ég held að í Evrópu gætu alveg skapast ný tækifæri fyrir landbúnaðinn. En ég samt þeirra skoðunar að það verður svona einna mesta áraunin fyrir landbúnaðinn. En við verðum að meta heildarhagsmuni þjóðarinnar, heildarhagsmuni atvinnulífsins og hagsmunina af því að vera í varnarsamstarfi þær nútíma hættur sem við stöndum andspænis. Landbúnaðurinn á líka allt undir því. Ef þær varnir klikka, þá verður ekki mikið landbúnað. Þannig að við þurfum að skoða þetta heildardæmi og meta frá íslenskum hagsmunum. Klart mál. Svo má kannski minna á það þegar við tölum Draghi-skýrsluna, það nú sjaldan hann að gera skýrslur og það bara sagt, það allt frábært hérna, það þurfum ekki að gera neitt. Það kannski máli minna á það. Herri, við ætlum að færa okkur í aðra sálma sem var mjög greinagóður. En við ætlum að færa okkur í stjórnina sem að sprakk í beinni. Já, nú þurfa yngri hlustendur að spenna eyrun. Já, þeir þurfa að vera að segja þeim nýja sögu. Sperra þau, sko. Birgir, þú ert í Kappal frá toppi til táar, sínst mér bara. Já, ég í Sóan flýspeysu, sem sömu eigendur og svo ég Kappal, Pól og peysu, já. Glæsilegur, hálfrend og fín, skjanna hvít. Ég þarf að gera mig ferð þangað. Já, það býður þín gjafabrif.
Og svo það krónan, ég var nú reyndar ekki búin að klikka á því. Fór og skannaði og skundaði núna í Akrakörun og í krónunni þar. Glæsiljós. Það var nú litla málið, maður bara grípur þetta á hillunni, skannar þetta og skundar út. Maður skilur ekki fólki sem fyrir röðuna, ég verð að segja ekki það. Þannig að krónan með allt sitt upp á 10 þar, en við erum komin að einum frægasta kafla íslenska stjórnmálsögu, þar sem að þú Þorsteinn ert aðleikari. Ef við rennum aðeins yfir tímalínuna, Albert Guðmundsson 1987, það marsmánuður, 19. mars, Helgapósturinn birtir frétt skattsvik. Albert í Kaupmannahöfn, þú boðar blaðamannafund samdægurs, þú hefur sagt í viðtölum að þú hafi gert ráð fyrir því að Albert myndi kljúfa flokkin og þú sjálfur myndi tapa formennsku. Var ekkert erfitt að taka slaginn við Albert Guðmundsson? Var kannski ekkert annað í stöðunni? Ég leit aldrei á þetta sem slag við Albert Guðmundsson. Það koma bara upp sérstakar aðstæður og þær eru þessar sem þú nefnir og í stjórnmálum þurfa menn að taka á slíkum hlutum og ef það ekki gert þá bara missa stjórnmálum traust. Ég gerði mér alveg grein fyrir því að þetta var erfitt mál og við Albert áttum alveg hreinskilin samtöl það. Seinna þá bara tókst með okkur góða sættir, hann og flesta hans fólki komu aftur inn í Sjálfstæðisflokkin. Ég taldi það mjög mikilvægt og var mjög ánægður með að hafa getað náð persónulegum sáttum við hann og stóran hluta af hans fólki, af því að þetta snerist aldrei hann sem persónu. Það snerist bara þetta atvik, það var óheppilegt, það var óhjákvæmilegt að taka á því, það var ekki venja í íslenskum stjórnmálum, það reyndist mér erfitt og dýrkeypt, en ég myndi gera auðvitað nákvæmlega sama hlut aftur, myndi gera nákvæmlega eins, auðvitað myndi ég gera eitthvað öðruvísi í framkvæmdinni, en í prinsipinu myndi ég gera nákvæmlega sama hlut aftur. Já, aftur, fyrir yngri hlustendur, þetta var þessi ríkisstjórn sem springur í beinni, hún var 14 mánuði við stjórnvölin, við erum með nokkur mál þarna, það var góður ritgerð sem við sá, sem ég man ekki nafna á þeim sem skrifaði þetta, en hvet fólk til að kynna sér hana, útvegsbankamálið ágúst 1987, PLO-málið mars 1988, 14 mánuðir er náttúrulega ekki langlíf ríkisstjórn, hvað varstu fljótur að áttaði á því í þessu ríkisstjórnarsamstarfi að þetta myndi nú kannski ekki duga lengi? Það kom nú eiginlega mjög snemma, það kom eiginlega bara fram, eða svona byrjaði að myndast brestir í samstarfið strax í september 87 þegar að samstarfsflokkarnir ætluðu að selja útvegsbankann á bakvið forsætisráðherrann og láta hann lesa það í fjölmiðlum. Ég stoppaði það miðanótt. Það var auðvitað svona kannski fyrsti bresturinn og svona trúnaður millum manna fór mikið þá. En á endanum var þetta bara málefnalegur ágreiningur. Það var aðsteðjandi vandi í efnahagslífinu. Ég vildi gera það með almennum aðgerðum, en samstarfsflokkarnir vildu fara út í mjög umfangsmikið og flókið millifærslukerfi með því að stofna nýja styrktarsjóði fyrir atvinnufyrirtækin eftir flóknum reglum. Ég var tilbúin að ganga aðeins til móts við á, en ekki nógu mikið til þess að þeir geta sagt sig við það. Það var auðvitað megin ástæðan fyrir stjórnarslitunum. Það var búið að liggja fyrir þó að það sé svona til gamans gert að stjórnir hafi sprungið í beinni útsendingu. Þeir voru auðvitað klókar en ég að vera á undan mér að tefla skákina, en endalokkin í skákinu voru búin að vera ljósa með að ég minnstakosti í 2 vikur sko, þegar að þarna var og ég gat ekki varið fyrir sjálfu mér að fara inn í svona millifærslukerfi. Það stríddi bara þó ég sé nú mála miðluna maður og hafi að þá
þá gat ég ekki gengið svo langt. Þá voru ekki allir sammála mér í Sjálfstæðisflokknum en svo kom í ljós ýmsir töldu að flokkurinn ætti bara að leggja meira upp úr völdum og ég taldi að trúverðurleikinn fælist í því að ganga ekki of langt frá boðskapnum og stefnunni og auðvitað er þetta alltaf matsatriði á að taka völdin fram yfir stefnuna og ég var tilbúin til ákveðna málunarmiðlunar, það dugði ekki og þá var það mín niðurstaða að taka ekki þátt í því og ég bara er enn sömu skoðunar. Ég held að það hefði verið fyrir land og þjóð mjög vont ef ég hefði haldið og sögt flokknum inn í það millifærslukerfi. Þegar ég kom svo í sjávarútvegsráðuneytið þegar þessi stjórn fór frá, þá voru það mín fyrstu verk að ryðja þessu sjóðakerfi í burtu. Og ég er miklu ánægðri með að hafa fengið tækifæri til þess þó ég hafi ekki verið forsætisráðherra í því hlutverki, þá var ég sá ráðherra sem fékk tækifæri til að ryðja þessi í burtu sem þeir hafðu komið á og við tók einn mesti framfara áratugur í sjávarútvegi og íslensku efnahagslífi, meðal annars af því við tókum þá afstöðu að reynsa þetta í burtu. Heldur betur. Og já, gott að Þorsteinn leiðréttir þetta. Hún alltaf raunverulega sprakk ekki í beinni. Það var daginn eftir, en svona nánast. Já, hún var náttúrulega sprungin nokkur dögum áður, sko. Já, það svona til að slúta þessu. Það er einmitt að þú segir, 16. september 88, þú búður Jón Baldvin til fundar klukkan 11. Að lækkunum það eins og tala um þetta millifærslukerfi. Sko, ég ætla bara að spyrja, sko, Jón Baldvin sagði þetta verið rýtingstunga í baki á samstarfsmanni. Hvernig er sambandið eitthvað tveggja í dag? Það er bara með ágætt. Það er svo sem ekkert mikið samband mill okkar. Ég meina, við erum svolítið á mismunandi aldurskeiði og þannig séð. En auðvitað kom kergja eins og alltaf gerist í átökum í stjórnmálum. En við vorum búin að hreinsa það út að mínu mati og seinni hluta árs 1990 og byrjun árs 1998 áttum við mjög góð samtöl sem ég held að hafi alveg hreinsað þá kergju í burtu og líka búið til traust á milli okkar varðandi þetta stóra hagsmunamál sem var inngangan á innri markað Evrópusambandsins og í því höfum við átt málefnalega samleið og hann leiddi það mál til lykta og hefur af því mikinn heiður og stækkar hans nafn í íslenskri stjórnmálasögu. Heldur betur og við þökkum okkur báðum kærlega fyrir það. Thank you for your service. Já, þetta er líklega stærsti samningur sem við höfum gert 1991. Annars stór karakter sem er nýfallin frá okkur og svona eitt farsæli stjórnmálamaður sem við mátt Davíð Oddsson, þú skrifaðir minningagrein Davíð sem ég hvet hlustendur til að lesa í Morgunblaðinu sem er bara eins og fallega sem byrst hefur, allavega sem ég hef lesið. Sko það sem ég vissi ekki las þessa grein er að þið fættust hlið við hlið í Vöggu á Selfossi í janúar 1948. Já, hann fættist að vísu í Reykjavík. Ég fættist 2 mánuðum áður eða svo á Austur og Selfossi en hann kom með móður sinni í Austur nokkra daga gamall og við vorum lagðið saman í Vöggu og þetta er upphafað mikilli örlaga sögu og sem er margt skemmtileg og við vorum þetta æsku vinnir og áttum mjög margar góða stundir saman og líka pólitískt samstarf, tókst á og ég tapaði þeim slag en við áttum mjög langt og farsælt samstarf í ríkisstjórn eftir það. Þannig eru bara hlutir í pólitík. Já, þú enda minningagreinin á opna skæðsalæpir þótt ýmsið þræðir hafi trosnaði rás tímans heldur sá enn sem fyrst var spunnin fyrir minni okkar beggja og einmitt fyrir þær sakir get ég einlægni sagt á efstadegi er ekkert sem skilur eftir ör á hjarta. Þannig að þú berð engan kalandi Davís. Nei. Já, ég meina hann gerði, þú veist, okkur greindi ofta á og kannski sérstaklega svona síðari ár. En ég meina hann gerði marga stóra hluti. Hann, meina þó að Jón Baldvin hafi leitt samningan Evrópska efnahagssvæðið, þá hefðu þeir ekkert orðið, forsætisráðan hefði ekki stutt það af heilum hug og miklum og það er eitt af stærstu afrekum Davíðs og
það ekkert smáraði að hafa átt aðild að því og ég hafði mikla ánægju að vinna með þeim báðum að þeirri niðurstöðu og það var mjög traust og heilstætt samstarf. Ég lýsti fyrir ykkur hérna áðan hvernig hann sannfærði mig í Evrópumálum og hvernig ætti að nálgast Evrópusambandi með því að sækja og hafa kjark og reist til þess að bera fram kröfur sérlausnir fyrir Ísland og meta svo dæmið. Ég meina, hann kendi mér þessa og ég bara honum ævinlega þakklátur fyrir það. Þegar að dró fram á 10. áratuginn að þá í sko byrjun nýja kvótakerfisins með frjálsu framsali þá voru allt og mörg fiskiskip, allt og margar fiskvinnslustöðvar og hagræðingin sem sjávarútvegurinn fór í gegnum hún fór í að borga þessa offjárfestingu eða kaupa þessa offjárfestingu út úr kerfinu. Það sem vinstriflokkarnir höfðu ætlað að gera með skattpeningum og sjóðakerfi, það létum við gerast bara með markanum. Þetta var náttúrulega mjög góð samstaða með okkar Davíðs. En þegar að þessi hagræðing var mjög langt komin og sjávarútvegurinn var farin að fá sérstakan mikinn ávinning af þessum einkarétti til veiða að þá stóð þannig á að formaður Alþýðubandalagsins Margrét Frímannsdóttir hafði lagt fram tillögu á Alþingi að stofna þverpólitíska nefnd með helstu hagsmunasamtökum til þess að reyna að finna sátt í þessu sjávarútvegsmáli. Ég gerði það tillögu minni í ríkisstjórn að ríkisstjórnin myndi bara taka undir þessa tillögu. Já. Og það yrði farið í þessa vinnu af því að þá fannst mér vera komið rétt í tíminn til að taka á þessu ágreiningsefni sem varðaði eðlilega gjaldtöku fyrir afnot af einkaréttinu. Og ég met það alltaf mjög mikils í Davíð og mér finnst það sýna svona hvernig hann gat verið stóri í pólitík að hann féllst á þessa hugmynd í ríkisstjórninni og Halldór Ásgrímsson gerði það líka og það endaði með því að það var samin tillaga upp úr þessari hugmynd frá Margréti Frímannsdóttur og forsætisráðherrann skipaði auðlindanefnd undir forystu Jóhannesar Nordal. Hún kemur með niðurstöðu byggða á mjög traustum hugmyndafræðilegum grundvelli það að atvinnugreinin eigi að borga eðlilegt afgjald fyrir einkaréttin. Einkarétturinn eigi að vera tímabundinn og á þeim tíma njóta verndar sem takmörkuð eignarréttindi. Nefndin var ekki sammála það hvort að tímabindingin, menn ætti að ná tímabindingunni með uppboðum á veiðiheimildum eða með því að úthluta þeim bara til afmarkaðs tíma. Allir vissu að Jóhannes var frekar með uppboðsleiðinni og í ævisögu sinni staðfestir hann það. En mín skoðun var sú þegar og þetta var samstaða milli flokkana og allra helstu hagsmunasamtaka í sjávarútvegi sem áttu aðildarnefndinni. Og þetta að mínu dómi eitt bara meistaraverk í pólitík á Íslandi að Jóhannesi skildi takast þetta og að forsætisráðherrann skildi hafa frumkvæði að skipa svona nefnd og enda sagði hann þegar að skýrslan lá fyrir menn hefði ekki farið í þessa vegferð nema ætla að gera hana veruleika og hann sagði að þetta væri einn mesti merkasti atburður í stjórnmálasögu síðari tíma. Já. Og ég hef bara mínar skoðanir bara byggjast á þessari niðurstöðu og ég var mjög sáttur við niðurstöðuna og ég hef bara haldið mig við þá stefnu. Hún var þarna mótuð og ég hef haldið henni alveg óbreyttir síðan og Davíð átti ekki minnstan, þó ég hafi átt eitthvað frumkvæði að inn í ríkisstjórn að
nefndin yrði skipuð þá auðvitað skipaði hann nefndina og á heiður að þessari góðu niðurstöðu og ég met það alltaf mjög við hann og ég hef bara haldið mér við niðurstöðuna síðan og okkar nýji atvinnuvegaráðherra er fyrsti ráðherrann sem nær áfanga sigri í því að koma hluta af þessari stefnumörkun og þessari sátt fram í ekki svo litlum átökum á síðasta ári og en það með svona stærri stjórnmála sigrum ráðherra hvernig okkar nýja atvinnuvegaráðherra náði þessum hluta sáttarinnar fram en það ýmislegt eftir og þannig að bara af því að spyrja samskipti okkar Davíð þá bara voru þau í flestum tilvikum mjög góð þó okkur hafa greint á stundum og hann þátt í mörgum stórum ákvarðunum sem hafa skipt Ísland máli. Ég vildi að hagsmunaöflin í þjóðfélaginu hefði ekki haft það mikla vald að geta kippt þessari þjóðarsátt sem þarna varð tilbaka en ég held að ný ríkisstjórn að hún hafi sýnt það að það er ennþá hægt að stíga þessi skref sem þarna voru stigin og ég held að við höfum varðað í sameiningu síðustu aldamót. Payday, sko, þú gleymir því aldrei, Birgir, þegar við vorum á Tómasararnum og stofnum okkar fyrsta Payday-aðgang. Já, ég man bara þegar maður hugsaði sko það var ekki sami boltagarður og þú ert að vinna með í dag. Nei, og ég man að maður hugsaði sko, hvað er ég að fara að stofna einhvern aðgang með eitthvað hlaðvarp sem er að vera búið eftir korter sko. En að geta séð þetta bara í Payday yfirsýnunum hvernig við byrjuðum og hvernig þetta hefur vaxið. Það er fallegt, það er gaman að sjá þetta þar. Já, Payday, þetta er bara svona eins og að horfa á stráki minn sko, þetta er bara, þetta vex með manni sko, þetta er geðvikt sko, hann að bara og Payday, þetta er ekki bara einyrkjar reyndar sko uppfyllir allar okkar þarfir, ég er ekki að segja við séum orðin eitthvað 50 manna fyrirtæki en já, það er bara þeir eru uppfyll á allar okkar þarfir sko. Fröken Reykjavík, kvöldin á Fröken Reykjavík sko, Fröken Reykjavík, hún slæðir sín eigin takt einhvern veginn, hún gerir það, já, hún er öðruvísi, einstök stemning til að njóta og svo er útisvæðið þarna. Ok, nice. Og ég skellti mér hangað daginn. Vissi ekki af því reyndar, sko. Fyrir en ég mætti þarna í kvöldur fyrst og svo skellti ég mér útisvæðið. Sun was shining og það var ríkala gott að fá sér 0% kalda þar. Já, geðvikt. Kvikmyndaskólinn, opið hús 21. maí. Það er þá á morgun. Það er á morgun, þannig að nú voru síðustu forvið fyrir ykkur að kynna ykkur starfsemi kvikmyndaskólans. Deadline er 30. júní, nú af brautabandan til að fara á, ég held að þetta sé geiri sem er bara að fara að vaksa hérna innanlands og ég held jafnvel að geta bara að fara erlendis að vinna við þetta ef þú klárar að gráða hana hér sko. Já, þetta er eitthvað sem að stendst ekki í snúning. Ný, já, mjög gott. Já, mjög gott. Við ætlum að fara okkur í útgönguna og fundin með Bjarna í boði Columbus, ævintýraferða, sem eru þetta reynslu mikil ferðaskrifstofa, hluti af Nico Travel Group sem sérhæfir sig í vönduðum og eftirminnilegum ferðum til áfangastaða sem margir hafa ekki enn uppgötvað, bæði í Evrópu og víðar heim. Ég ætla bara að segja leiðandi ferðaskrifstofa í heimsálfuferðum. Já, klart mál. Með mikið af sérfræðingum, þeirra aðalsmerki að mínu viti eru gætarnir. Já, góð farastjórn. Já, farastjórnir eru úr efstu hillu. Svo þetta ON, við nýtum auðvitað kraftajarðar til að framlega rafmagn og heitt vatn hérna á Íslandi fyrir samfélagi og eftir þessi tekið á alþjóðavettvangi. Heldur betur, við erum að gera frábæra hluti. En ON er ekki bara þar, þeir voru að ljúka við að halda velhefnaða fjölskyldudag. Já, þeir eru alltaf bara tíu. Já, þeir eru líka þar. Hann var haldinn á jarðhættasýninguna á Helliseiðinu auðvitað. Já, sjálfsögðu. En 7. september 2016 þá gengur þið í viðreisn á samt Þorgerði Katrínu eftir 47 ár í sjálfstæðisflokknum. Sko já, ég ætla nefnilega hérna líka eftir landsfundin 2009 sem feikti endurreisnarskýrslunni út í Hafsauga. Hvenær vissirðu að dagar þínir í flokknum væru taldir? Já, bara þennan dag sem við Þorgerður fórum þarna saman og áttum samtal við þáverandi formann og tilkynntum þessa niðurstöðu.
auðvitað var hún erfið og auðvitað átt hún langan aðdraganda en hún byggist auðvitað á því sem ég hef verið að segja ykkur að sko tvö eiginlega bara stærstu mál Íslands sáttina fiskveiðistjórnarkerfið og aðferðafræðina við að nálgast Evrópusambandið þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði lofað því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu að þegar í þessum stóru málum að leiðir skildu algjörlega að þá var auðvitað erfitt að halda áfram af því að ég bara vildi standa með minni sannfæringu. Ég gerir mig alveg fulla grein fyrir því í öllum flokkum þurfa menn að sætta sig við lýðræðisleg sjónarmið og það eru lýðræðislega kosningar en þegar að stærstu mál samfélagsins, tvö stærstu mál samfélagsins að leiðir skilja svona algjörlega í grundvallaratriðum að þá verður maður bara að standa með samfæringu sinni og það var sameiginlega ákvörðun okkar Þorgerðar að stíga þetta skref. Við vorum ekki þáttakendur í fyrsta fundi Viðreisnar, við tókum þátt í framhaldsfundinum að segja að við tókum ekki þessa ákvörðun fyrir þarna sumarið en ég var virkur þáttakandi í samtökum Evrópumanna og einhverjum tímapunkti miklu fyrr þá var fyrir kosningarna 2013 var hreyfing fyrir því að bjóða strax þá fram nýtt afl til þess að knýja á þessi mál. Ég sagði þá við fólk það búið að gefa hér loforð að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Við verðum að treysta því en ef það verður svikið þá skal ég aldrei biðja ykkur aftur að sitja á ykkur og fara ekki af stað og fylgja ekki sannfæringu ykkar. Og þetta loforð var svikið og ég varð auðvitað að standa við mín orð það að ég ætlaði ekki að biðja þetta fólk að halda aftur af sér. Nei. Þannig atvikaðist þetta. Hvernig svona þessi fundur með Bjarna, hvernig gekk hann? Já, það var mjög ákveðin niðurstaða á honum og sem var þungbar fyrir okkur og ég veit ekki hvernig hann leit á það, fundurinn var ekkert mjög langur en það var mjög bara hreinskiptið og hann sagðist hafa átt vona á þessu ef ég man rétt en það var bara erfiðu fundur trúi því og þung skref, stór skref heldur betur en tvö stærstu mál Íslands voru undir og það hlaut bara að ráða vildi maður standa við samfæningu sína og fyrir skoðanir. Maður getur sætt sig við að verða undir í svona minni málum auðvitað, ég meina það út af það byggist það sem er stjórnmálaflokka en þegar það eru grundvallaratriði þá verða menn að gera það upp við sína samvisku. Já, og þá var kannski næst spurningu auðsvara, hefði Sjálfstæðisflokkurinn getað haldið þegar hann hefði tekið annan tón í Evrópumálum? Já, ef Sjálfstæðisflokkurinn hefði staðið við þjóðarsáttina sem auðlindanefndin skipaði og okkar þáverandi formaður og forsætisráðherra stóð á bakvið á þeim tímapunkti og ef hann hefði staðið við loforðum þjóðaratkvæðagreiðslu þá held ég að hlutir hefðu þróast með öðrum hætti bæði fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir Ísland en í báðum tilvikum held ég að svona þröng hagsmunaöfl hafi tókað á mikið í spottan. Ef við tölum aðeins Viðreisn á 10 ára afmæli núna í ár allavega. Ef við rennum hratt yfir söguna 10 ár
ef við förum til ásins aftur 2016 og þú veist, vitandi það sem við vitum í dag, erum við ánægð með þessi 10 ár fyrir Viðreisn? Já, mestu leyti, auðvitað hefur á ýmsu gengið, okkur hefur gengið vel í kosningum og okkur hefur líka gengið mjög illa, síðast gekk okkur mjög vel, við hefum núna aðild með 4 ráðherrum í ríkisstjórn sem hafa verið hver á sínu sviði að ná fram grundvallar breytingum og eru að taka á þessum 2 stærstu málum, kerfismálum þjóðarinnar sem lítur að gömlu þjóðarsáttinni í sjávarútvegi sem var yfirgefin og svo alþjóðlegum tengslum Íslands sem bara fullveldi Íslands og framtíð Íslands efnahagslífs hangir á að við stígum þau skref. Flokkurinn er í forystu á þessum 2 sviðum, að skapa hér nýja og ábyrgari stefnu í fjármálum, með dómsmálaráðherra sem að taka mjög föstum tökum á dómskerfinu. Ég held að það sé ekki annað. Við erum að vinna núna eftir 1,5 ár í þessari ríkisstjórn, þá erum við að 2-falda fylgi okkar í borgarstjórn Reykjavíkur. Það er ekki annað hægt en að vera mjög ánægður, sko. Nei. Þorgerður Katrín sem utanríkisráðherra þetta formaður flokksins, ánægð með hana? Já. Hún hefur bara staðið sér mjög vel. Sko, ein spurning sem oft fengið, ef við fáum nei þann 29. ágúst, aðeins byrjaði meira út í atkvæðagreiðslunum eftir eða ef að Viðreisn fær nei, er þetta þá eitthvað búið spil fyrir Viðreisn? Nei, ég sé það ekki. Nei, þegar þið talum að sé eitt mál sem að þessi flokk var stofnað út af. Þessi flokk, ég nú búin að lýsa því fyrir okkur, það eru 2 stærstu mál samfélagsins og voru grundvöllur af þessari flokkstofnun og svo bara þessi almenna hugmyndafræði frjáls viðskipti og alþjóðlegt samstarf til að tryggja stöðu okkar viðskiptalega og öryggi okkar varnarlega. Þetta er almenn hugmyndafræði sem stendur alveg burt sér frá því hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan fer. Það er bara einn flokkur sem hefur lýst því yfir að það sé pólitískur ómöguleiki að hann virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún gengur gegn hans eigin stefnu. Það er Sjálfstæðisflokkurinn, það er eini flokkurinn sem hefur lýst því yfir að þjóðaratkvæða sé pólitískur ómöguleiki ef hún gengur honum ekki í hag. Þannig að ef Sjálfstæðisflokkurinn tapar þessum kosningum þá liggur fyrir að hann hefur sagt að það sé pólitískur ómöguleiki fyrir hann að taka þáttið í og þá samkvæmt þeirri skilgreiningu hefur hann ekki neitt, eða samkvæmt sinni eigin skilgreiningu hefur hann þá ekki hlutverk næstu árum í pólitík. Ég er nú alveg vissum að þeir munu breyta skilgreiningunni ef svo fer, en svo geta vel verið að þeir vinni, það veit enginn. En aðalatriðið það að það er mikið tap fyrir Ísland og ekki síst í því ljósi að því að við erum ekki að taka loka ákvörðunina. Við erum bara að taka ákvörðunina að láta á þetta reyna eins og Davíð Oddsson kendi mér fyrir mörgum áratugum síðan að vera skynsamlegt fyrir Ísland að gera. Og ég bara keypti á þeim tíma og trúi enn á. Samsagt við erum núna að taka ákvörðunum að ljúka þessum viðræðum. Við erum að taka ákvörðunum það sem fullvalda þjóða hafa hafa það sjálfsöryggi að geta sett fram kröfur sérlausnir fyrir Ísland með nákvæmlega sama hætti og við gerðum þegar við fórum í EFTA og þegar við gengum í Evrópska efnahagsvæðið og höfðum fullan árangur þá og ég veit ekki af hverju við ættum ekki að hafa sjálfsöryggi til að bera ekki þessar kröfur fram núna og mér finnst það bara alveg furðuleg afstæða að semja fyrst við sjálfan sig að það sé ekki hægt að bera svona kröfur fram og að viðsemjendin muni segja nei. Menn komast aldrei áfram í lífinu og hvað þá áfram með heila þjóð ef þeir hafi ekki meiri kjark eða meira álit á sjálfum sér og meira álit á fullveldi Íslands að geta ekki sett fram kröfur í samningaviðræðum. Ef þar gangi ekki upp,
þá verður ekkert úr samningnum. Það hefur utanríkisráðherra sagt hann mun ekki skrifa undir. Og þó svo að hún skrifaði undir slíkan samning, þá er ríkisstjórnin búin að lofa annarri þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að þjóðin getur sagt nei þá. Þannig að við erum í dag bara að taka það skref að láta á þetta reyna hvort að óskir okkar sérlaust fullnægja okkar kröfum, þannig að við getum nýtt þau sóknarfæri í viðskiptum og í auknum vörnum sem þarna eru. Og það er alveg furðulegt að ég bara get eiginlega ekki skilið það hversu í ósköpunum menn segja við erum ekki að láta á þetta tækifæri reyna, við erum ekki að taka loka ákvörðuna núna, við erum að taka ákvörðunum að láta reyna á tækifærin hvort þau eru til staðar. Ég er sannfærður að Ísland muni hafa mikinn haga því bæði efnaðslega og öryggislega að ganga þaðan inn, en það hangir líka saman við það hvaða árangri við náum. Það hefur alltaf verið mín skoðun og ég hef bara fullur sjálfstraust fyrir Íslands hönd að fara í slíkar viðræður og fráleitt að semja fyrst við sjálfan sig að það sé ekki hægt að banka upp á. Ef þú bankar ekki upp á þá er ekki lokið upp fyrir þér. Nei, klart. Og þessi pólitík allir ekki að banka bara er eitthvað stórfurðulegasta pólitík sem ég nokkuð tímann heyrt. Þannig að stóra málið er að menn ekki að taka neina áhættu í þessari atkvæðagreiðslu. Það er miklu stærri ákvörðun seinni atkvæðagreiðslan ef til hennar kemur sem ég vona að muni gerast, en þá erum við virkilega að taka skuldbundandi ákvörðun en sem að mínum mati mun gefa Íslandi mikil tækifæri en aðrir kunna hafa aðra skoðun á því en þá erum við að taka ákvörðun og það er auðvitað mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga. Klart. Alveg eins og við spyrjum út í Viðreisn 10 ára, þá verð ég að spyrja Sjálfstæðisflokkurinn almennt, er þetta flokkurinn sem þú þekkir og kannast við frá því gamla daga, er hann búin að breytast á okkur hátt sem á? Já, eins og ég er búin að segja, 2 stærstu mál íslensku þjóðarinnar, þar hefur hann algjörlega breytt kúrs og það finnst mér ekki gæfulegt en margt annað er hann auðvitað sami flokkurinn og það er margt af góðu fólki og auðvitað mjög marga góða vini og ég get verið vinur þeirra sem er ekki á sömu skoðun og ég og maður hefur auðvitað taugar til þessa flokks, það verður ekki af hún skafið, en ég bara óttast að þarna hafi hagsmunir togað í spotta því að flokkurinn var áður búin að í báðum þessum málum að komast að annarri niðurstöðu. En þá verð ég að spyrja hvaða hagsmunna, því eins og þú talar talar 60% tollar, eða þess að við getum ekki 100% tollfrjálst. Hvaða hagsmunir er þetta þá ef þetta er frábært fyrir sjávarútveginn að fara í Evrópusambandið? Já, ég hef oft spurt með þeirrar spurningar, hvers vegna í ósköpunum, ég meina, sjávarútvegurinn hefur, sem sagt, í dag mikið hagræði af því að nota mynt Evrópusambandsins og byggja sitt rekstrar umhverfi á vaxta ákvörðunum í Frankfurt. Hann myndi fá gríðarlega aukinn tollfrjálsan aðgang og það myndi opna tækifæri fyrir nýja framleiðslu. Það eru vissulega atriði þar sem við þurfum að ná sérlausnum gagnvart sjávarútveginum en ég hef trú á að það sé hægt. Ef það er ekki hægt nú þá gengur dæmið ekki upp en ég tel að ég láta á það reyna en af hverju 2009 og þá var úr 2013 þá var sjávarútvegurinn á því og tók þátt í því með samtökum atvinnulífsins að skora á ríkisstjórnina að halda samningaviðræðunum áfram og skrifuðu 60 bréf það og sjávarútvegurinn stóð á bak við það. Þá sá sjávarútvegurinn
ekkit í vegi fyrir því að við kláruðum þetta og létum reyna á kröfur okkar sérlausnir. Það var bara hluti af þeirra pólitík. En nú hafa þeir skipt skoðun og hvað getur valdið því? Þeir hafa aldrei rökstutt skoðanaskiptin og þess vegna þegar að menn skipta skoðun í prinsipmálum á þess að rökstyðja að þá dettur manni fyrst í huga að það séu einhverjir hagsmunir og í gamla daga þegar að Viðreisnarstjórnin aflétti höftunum, innflutningshöftunum þá voru auðvitað mörg stóru innflutningsfyrirtæki sem voru með innflutningsleyfi þau voru ekki trefin að því að lendi frjálsir samkeppni, störfuðu í vernduðu umhverfi og þegar við gengum í EFTA var nærri helmingurinn af innreikundum svo var á móti þó að vegna þess að þeir voru að starfa í tollvernd og sumir sáu ný tækifæri en aðrir sáu að frjáls samkeppni að þeir myndi ekki standast hana og þeir börðust gegn þessu en þá var forystæði Sjálfstæðisflokknum sem sagði, jú, vissulega eru þarna hagsmunir á ferðinni en við verðum að meta heildarhagsmunina og það var niðurstaðan. Ég held, eitt af því sem mér kemur í hug í dag að þau fyrirtæki sem starfa samkvæmt vaxta ákvörðunum í Frankfurt, þegar þau eru ekki bara að keppa á erlendum mörkuðum með sína framleiðslu, þau eru líka að nota hagnaðinn til þess að fjárfesta aftur í atvinnustarfsemi hér heima eins og bara fullkomlega eðlilegt en þá hafa þau í þeirri samkeppni hafa þau algjörlega yfirburða stöðu gagnvart öðrum fyrirtækjum sem eru að keppa á vöxtum Seðlabankans og mér dettur bara í hug að þetta gríðarlega samkeppnisforskot gerir það verkum að þeir vilji ekki fórna því en að sama skapi ætti það að segja okkur fyrsta sjávarútvegurinn hefur hagnast svona á því að starfa í evrunni okkur eigum ekki að gefa hinum hluta atvinnulífsins sömu tækifæri þannig að allir keppi á sama grundvelli fyrir mér það ekki bara hagfræðilegt spursmál fyrir mér það bara líka stórt réttlætismál það stórt réttlætismál fyrir mér að launafólk sem að fjárfesta í íbúðarhúsnæði geti starfað í sama vaxtaumhverfi og vinnuveitendur þeirra sem að starfa í vaxtaumhverfinu frá Frankfurt. Það hefur mikla efnahagslega þýðingu fyrir heimilin í landinu að jafna þennan leik en þetta líka bara spurningum réttlæti og sanngjarnt þjóðfélag og frá mínum bæjardyrum séð þá skiptir það miklu máli að jöfn samkeppnisstaða sé á markaðnum og það ríki sanngjarna leikreglur í samfélaginu og á fjármálamarkaðnum. Það ekki sanngjarnar þegar að þjóðinni skipt upp í svona ólík hólf. Nei, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, hann hefur nú oft komið til okkar, Benni Benediktsson, góðvinur þáttarins. Hann hefur talað vitnaði til dæmis þegar hann kom til okkar daginn í grein sem Tómas Möller skrifaði að sambarlegu tónn og Ólafur Ragnar talaði að evra engin töfrasproti, að töfra lausn og við þurfum að byrja að taka til fyrst heima í okkur, nefndi höfrungarhlaupi og annað og talaði meira að Evrópusambandið myndi ekki einu sinni vilja fá okkur inn á meðan við erum með svona efnahagsstefnu sem bara launahækkanir umfram 10% hjá hinu opinbera eitthvað til þessu, þurfum að byrja að taka til heima í okkur áður en við förum þangað. Já, við þurfum alltaf bara á öllum tímum að reka ábyrga fjármálastjórn og ég bara man það mjög vel fyrir kosningarnar 2013 þá töluðu þáverandi formenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins það því að þá var þessi evru umræða náttúrulega mjög hávær þá töluðu þeir það að
það sem skipti máli væri að Íslandi væri bara vel stjórnað. Þá væri hægt að bjóða Íslendingum upp á samkeppnishæfa vexti. Þeir fengu 11 ár samfleytt til þess að sanna þessa kenningu, en þeim tókst það ekki. Já, og þeir segja COVID, Grindavík og svona. Jú, en það var líka COVID í Evrópu og það voru líka ýmis áföll í Evrópu. Þannig að það auðvitað ekki skýring. Þegar að COVID kom þá lækkuðu nú vextirnir og eðlilega þegar stóra atvinnugrein dettur út, það var ekki út af efnaðarstjórn, það var út af efnaðarslu áfalli, en heildarniðurstaðan 11 ár og það tókst ekki að gera þetta. Það ekki af því að þetta sé vont fólk eða þetta sé eitthvað minna hæfileikaríkt fólk. Það bara vegna þess að það kerfislegur vandi og hagfræðingar hafa bara mjög lengi bent á það að það ekki hægt að reka svona litla mynd og tryggja stöðuleika nema með mjög umfangsmiklum höftum og með 2-falt eða 3-falt hærri raunvöxtum en í samkeppnislöndunum. Og þetta bara veruleiki sem við verðum að búa við ef við ætlum að við erum með víðtækustu fjármagnshöft í allri Evrópu. Það eru fjármagnshöft á alla lífeyrissjóði og þrátt fyrir reglu EES frjálsa fjármagnsflutninga þá eru fjármagnshöft á lántökum einstaklinga og fyrirtækja erlendis ef viðkomandi hefur ekki tekjur í þeirri mynd. Og þetta auðvitað brot á grundvallarreglunni en Evrópusambandið auðvitað bara viðurkennir það að þjóð með gjaldmiðla þessu tagi verður að hafa mjög víðtæk fjármagnshöft til þess að tryggja þokkalega stöðuleika og það hefur verið svona sæmilegur stöðuleiki á krónunni núna allra síðustu ár. Seðlabankanum hefur tekist það er þetta meira flökt en á öðrum gjaldmiðlum en hún hefur verið þokkalega stöðug. En það bara vegna þess að við erum með mestu gjaldeyrishöft í Evrópu og við erum með 3-falt hærri vexti í Evrópu fyrir innlenda hluta hagkerfisins og þess vegna virka vextirnir ekki nógu vel af því að þeir ná ekki til útflutningshluta hagkerfisins. Þetta eru bara kerfisleg vandamál sem við verðum að horfast í augu við og ef við höfnum þessu tækifæri sem við fáum núna að tengjast evrópska myntbandalaginu, þá erum við að gefa frá okkur tækifæri til þess að ná árangri á þessu sviði. Hvorki þessi ríkisstjórn né önnur ríkisstjórn sem verður samsett eins og gamla ríkisstjórnin sem ekki náði árangri, það bara skiptir ekki máli meðan að kerfið þetta. Það þarf að breyta því meðan kerfið þetta, þá lenda allar ríkisstjórnir í því að þær verða að vera með þessi umfangsmiklu fjármagnshöft og þessa ofur vexti. Við getum ekki komið, Seðlabankinn hefur svona, það má lesa út úr tölum eða skýrslum Seðlabankans að 3,5% raunvextir séu nauðsynlegir til þess að halda stöðugleika krónunar. Það þýðir að ef við náum verðbólgunni niður sem ég fulla trú á að við munum gera, að ná henni niður í verðbólgumarkmiði sem 2,5%, en þá fara stýrivextirnir ekki niður fyrir 6%. Nei. Og þetta að mínu mati bara algjörlega óásættanlegur árangur. En það ekki hægt að ná lengra með íslensku krónuna af því að ef við ætlum að tryggja stöðuleikan þá þurfum við að hafa þessa vexti svona háa. Ef við sættum okkur við miklu meiri sveiflur þá getum við og verðbólgu og allt það, þá getum við þetta lækka en það viljum við ekki. Þannig að þetta fórnarkostnaðurinn. Ég tel að hann sé of dýr fyrir innlenda hluta atvinnulífsins og hann sé of dýr fyrir heimilin.
Já, klárt, eitt að ég alveg að hleypa leið í loka leiðin sem aðsenda spurningar, þetta búið að vera aldeilis frábært hjá Þorsteinn í kvöld. Eitt sem við gleymdum að ræða var Ólaf, hann talaði mikið að rækta sambandi okkar við Evrópu, þetta Washington og annað, og talaði að við varum með fríverslunarsamningu í Kína og Indland og að væri nánast bara leikur einn og tæki korter að græja þannig í Bandaríkjunum og svo EES, og hann spyr hvað viljum við meira? Erum við kannski bara í frábæri stöðu? Þurfum við ekki ESB? En við erum með samstarfi við öll þessi lönd. Já, heila málið það að Bandaríkin reka bara fyrir ekki svo mörgu löngu síðan áttum við samleið með Bandaríkjónum í utanríkisviðskiptapólitík. Núna keyra Bandaríkin viðskipta hindranastefnu og afnám alþjóðlegra regla sem vernda smáríki og lögmál frumskógarins á ráða. En við erum með regluverki til að tryggja hagsmuni smáríkja og við erum með fríverslun. Þannig að Bandaríkin eru bara algjörlega, þau eru jafn langt frá okkur í viðskiptalega séð eins og Sovétríkin voru áður. Við áttum mjög góð samskipti við Sovétríkin, við fluttum mikið út til Sovétríkjana, sendum þangað sendinefndir á hverju einasta ári og auðvitað gerðum við það þótt að viðskiptastefnan væri önnur, en Rússum tókst aldrei að nota þá stöðu sína til þess að ná pólitískum árangri á Íslandi. Og af hverju? Vegna þess að við áttum bakland í Evrópusambandinu. Við erum í svipaðri stöðu gagnvart Bandaríkjunum í dag, sem ekki bara að reka stefnu sem andstæð okkar hagsmunum á viðskiptasviðinu, þeir eru líka að reka stefnu sem andstæð okkur í loftslagsmálum. Einn stærsta hættan sem sjávarútvegurinn og þjóðin stendur frammi fyrir ef hlýnun jarðar verður til þess að fiskistofnarnir synda út úr lögsögunni og inn í lögsögu annarra ríkja. Þannig að þar reka Bandaríkin í grundvallaratriðum stefnu gegn íslenskum Loksins eru þið sammála, þú Ólafur. Þar eru, en hann bara sleppir því. Við erum sammála loftslagsmálin, en hann sleppir því að Bandaríkin að brjóta niður alþjóðlegt samstarf á þessu sviði. Ég tala við eiga góð samstarf við Bandaríkin og reyna að eiga við þau sem mest viðskipti, en til þess að þau nái ekki í krafti stærðar sinnar hreðjartaki á Íslandi í öllum viðskiptum, þá verðum við að eiga bakhjarl, og eini bakhjarlinn sem stendur okkur til boða núna aðild að Evrópusambandinu. Og þarna skiptir hugmyndafræðin gríðarlega miklu máli að menn átti sig á því á hvaða hugmyndafræði ætlum við að byggja og hvar ætlum við að verja þá hagsmuni. Við höfum að eiga góð samskipti við ríki sem eru byggja á annarri hugmyndafræði eins og Bandaríkin, en við höfum að tryggja stöðu okkar þannig að þau ríki sem við eigum í samskiptum við get ekki notað kraft stærðarinnar til þess að þvinga okkur, eins og þeir ætluðu að gera með Danmörku og Grænland, en komist ekki upp með af því að Evrópusambandið stóð saman að verja fullveldi Danmörkur og Grænlands. Það bara þetta sem ég tel að við þurfum að hafa í huga í þessu sambandi. Klárt mál. Smá fjölmiðlahotnina, því að við erum nú með fyrir ritstjóra Vísis og Fréttablaðsins hérna í setti. Þú hefur nú séð, þú tókst í 2006, það 20 ár síðan, þú hefur séð fjölmiðlana breytast úr blöðum með málefnalegur umræðu í athugasemdakerfi og hlaðvörp og í hvað eina. Þetta hefur breyst líklega mikið frá því að þú varst ritstjóri. Já, býsna mikið. Er þetta jákvæð þróun á fjölmiðlum? Já og nei. Ég meina, ég byrjaði í pólitík löngu áður en að kommentakerfið var til, en Gró á leiti var á fullri ferð og dreifði sögum allt eftir öðrum leiðum, en þær voru ekki jafn áhrifaríkar, en í litlum svona bæjum og þorpum gat Gró á leiti haft alveg sömu áhrif eins og kommentakerfið í dag. Auðvitað eru ný tækifæri í þessu, en við þurfum að
að bara átt okkur á því að við þurfum að greina á milli málefnalegrar rökfærslu og svo svona athugasemda sem byggjast ekki á málefnum heldur sleikjudómum og þaðan af einhverju verra en þannig að bara við eigum að taka nýrri tækni fagnandi en ég meina, eins og með allt í lífinu þá þurfum við að hafa stjórn á því. Stjórnleysi leiðir aldrei neitt gott af sér og við þurfum að hafa stjórn á hlutum og við þurfum að kenna fólki að meta hvað er rétt og rangt. Svo í þessu öryggislegar hættur erlend ríki eru að nota þetta til þess að meðal annars hafa áhrif á kosningar og það liggur alveg fyrir að við erum í ákveðinni hættu gagnvart kosningunum 29. ágúst að þessi tækni verði notuð til þess að hafa áhrif á kosningarnar. Það er eitthvað sem við eins og allar aðrar þjóðir þurfum að lifa með og læra á og verja okkur fyrir. Já, klárt mál. Meðal annars þess vegna þurfum við að vera í alþjóðlegu samstarfi til þess að verjast hlutum af þessu tagi. Bara lýðræðislegar kosningar kalla á alþjóðlegra samstarf á þessu sviði. Klárt mál og eins og Leifur kom inn á í byrjun þáttarins, þú ert naskur pólitísku penni, maður les alla greinar sem þú byrtir. Þinn gamli flokkur, sjálfstæðismenn svona aðalega, íhaldið talaði að greina þína séu stundum bara hattuspóstara á sjálfstæðisflokkin og séu að ræða leigupenna Helga Magnússonar. Ég spyr, er eitthvað skárra að vera leigupenni útgerðarinnar? Ég bara ætli ekki að fara í svona orðaskak. Þetta er bara leiðislagur. Ég reyni að skrifa mínar greinar af yfirvegun. Það er ekkert víst að mér takist það. En ég kalla nú eftir því að menn afgreiði þær frekar með rökum en sleggjudómum af þessu tagi. Mjög gott. Þá eru við komnir í riddarspurningarnar og einhver er að tengjast í miklu leiti sem við höfum rætt hérna í kvöld. Þannig að við reynum þá bara að afgreiða það stutt og hnitt með. Já, hnitt með og stutt eins og segir Birkir. En þetta er auðvitað íbland almenn spurningar er búið Lengjunar, David Jones og Frumera. Heldur betur. Og lakrístöðlunar frá David Jones, þær bera af mínu viti. Svo er auðvitað hverjum ekki sinnfívill fagur og allt það. Ég er lakrískall. Lengjan settur spenni í leikinn, tippa á Lengjunu og Frumeri hver fyrir skora þetta Birkir? Já, það er akkurat það. Rósmundur Magnússon, hann rýður á vaði og spyr Akkurru heldur að Ísland fái einhverjar ótrúlegustu undanþágur frá regluverki ESB? Trúir þið sjálfur að þessi hægt að kíkja í pakkan? Já, við fórum eins og ég er búin að taka fram í kvöld. Við fórum fram með óskir sérlausnir þegar við gengum í EFTA. Við fengum þær. Við gerum það aftur þegar við gengum inn í EES og innri markaðinn og við fengum þær. Ég ætla ekki að fullyrða að við fáum það núna en flest bendir til þess í ummælum okkar viðsemjenda að þeir séu opnari núna heldur en þeir voru fyrir nokkrum árum síðan. En ég vil bara láta á það reyna og ég vil bara sem stoltur Íslendingur sem trúir á styrkleika fullveldisins og láta reyna á það að við berum slíkar kröfur fram og meta það svo bara í lokin hvort að það tekst. Ég get ekki staðhæft neitt það en ég hef mikla trú á því að sé hægt og ég hef enn meiri trú á því að Ísland eigi að setja fram kröfur sem fullnægja þeirra stöðu í samskiptum við önnur ríki en við eigum ekki að semja við sjálf okkur fyrirfram að það sé ekki hægt. Það finnst mér vera mesta uppgjöf sem til er. Ég er þetta gaman að þessu, þetta gefur tækifæri til þess að taka þetta allt saman í eitt og kjarnina þetta. Já, einn gröð. Já, Ingveldur Anna, hún er næst og spyr í ljósi sveitarstjórnarkosninga og niðurstöðu þeirra, heldur þið í alvöru að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla endi með jái og hvað verður Viðreisn eftir neyið? Já, Viðreisn verður bara áfram sterkur stjórnmálaflokkur. Það verður miklu erfiðara að ná okkar efnahagslegu markmiðum ef það verður sagt nei. En ég vil ítreka það að
Evrópusambandsaðildin ekki þannig séð hugmyndafræði. Evrópusambandsaðildin, hún bara hjálpar okkur til þess að ná efnahagslegum markmiðum og til þess að ná markmiðum okkar að tryggja öryggi Íslands. Þetta verkfæri til að ná markmiðum og auðvitað ef við gefum verkfærin frá okkur, ef við hendum hamrinum þá erfiðar að berja niður naglan og getum prófað að sleggjuna en við verðum að halda áfram að koma naglanum niður bara með lagari verkfærum og það sama blasir við bæði Viðreisn og öðrum stjórnmálaflokkum. Það verður jafn erfitt fyrir aðra stjórnmálaflokka að ná þessum efnahagslegu markmiðum ef við getum ekki nota þau tækifæri sem bjóðast í þessu alþjóðlega samstarfi og það bara kemur jafnt niður á öllum flokkum sem starfa á Íslandi, ekkert meira á Viðreisn en öðrum flokkum. Já. Ég vil koma bara að því að Hlynur Snæland er búið að leiða til lykta líka mun Viðreisn leggja sér niður ef aðlöfum verður hafnað í ágústkosningunum. Þetta er afgreitt. Ég bara segi það er miklu meiri þörf fyrir Viðreisna þegar þá þarf að ná sömu markmiðum með eftir erfiðari leiðum og það er miklu meiri þörf fyrir flokk sem hefur sannfæringu fyrir stefnu sinni ef þjóðin hafnar því að ná þessum markmiðum með auðveldari leið. Snæland Grímsson, flugvallaskutlan.is Einkaakstur á Keflavíkurflugvöll, leyfstu Reykjavík frá 24.225 krónum. Hversu næs. Já, mjög næs. Svo líka annað, ég veit að þú ert í núlárunleifur en ég svona þannig kalla, mér finnst gaman að fá mér á leiðinni heim af því að þú veist, það náttúrulega hægt að leggja bílum sínum í Keflavík en þá þarf það að vera edrú á leiðinni heim. Já. En ég bara þannig að fyrir utan að það er þess að afsláttur eða bókar round trip með flugvallaskutlan.is fyrir utan hvað þeir eru skemmtilega bílstjórar, góði bílar, góð þjónusta og annað og þeir eru með hvað? Þú getur bókað fyrir 1, þú getur bókað fyrir 18. Já, alltaf 18. Já, takk. Einn upp í 18. Já, hvað bíll er það? Það er langverða bíll. Bad Mickey. Nú fer HM að byrja og hvetjum allar til þess að tryggja sér borða Bad Mickey og planta ykkur þar bara helst gerast húsgagn. Já. Þarna verðið á meðan að HM stendur. Já, geðvikt að við séum komin með Bad Mickey bara á besta stað og þarna getur maður bara tekið alla leikina og planta sér þarna. Finnst með öllum löndum nema Ítalíu og Íslandi. Já, fengið þér að borða og fengið þér að drekka og fleira skemmtilegt. Já, fallegustu saralli landsins. En erum við búin að skauta framhjá því kvöld að, ég meina, Leifur nefnir sleggjuna, þetta hefur ekki gengið alveg nægilega vel. Nei, kannski eiga menn ekki að nota samlíkingar af þessu tagi en það sem hefur gengið vel að það er búið að snúa við rekstri ríkissjóðs og það er búið að setja niður fjármálastefnu sem tryggir það að við förum ekki í svona hallarekstur aftur. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli en sko, fjárlög ríkisins eru ekki tæki til þess að mæta skammtíma sveiflum í verðlagi. Við höfum vaxtatæki til að mæta skammtíma sveiflunum. Fjármál ríkisins að skapa stöðuleika til lengri tíma og hafa frekar áhrif á verðbólgu væntingar. En svo auðvitað verðbólgan hér á landi alltaf að stórum hluta innflutt og þessi ríkisstjórn þarf að glíma við það eins og allar fyrri ríkisstjórnir að við getum fengið hér yfir okkur verðbólgu sem við flytjum inn og eigum ekki annar að kosta völ en að flytja inn og það er auðvitað bara veruleiki sem allar ríkisstjórnir hafa og þessi ríkisstjórn ekkert undanskilin því að það er að hluta til að gerast núna en það er komið fram árangur við sjáum það er minni spenna í hagkerfinu og nýjar hagtölur benda til þess og þannig að ég held að það sé engin vafi að ríkisstjórninu muni takast þó það taki lengri tíma en alltaf var að ná niður verðbólgunni en hitt held ég
verður ómögulegt, ríkisstjórnin mun aldrei koma vöxtum mikið niður fyrir 6% bara af því að Seðlabankinn telur að það þurfi 3,5% raunvexti og höft. Þannig að það er auðvitað svo stóra klípa sem við stöndum frammi fyrir þessi ríkisstjórn eins og aðrar. Ég meina 3 ríkisstjórnir þar á undan, sömu flokkar í 11 ár, höfðu þetta tækifæri að sýna fram á að það væri hægt að tryggja hér samkeppnishæfa seðlabankavexti og það bara tókst ekki. Nei. Og til þess þarf kerfisbreytingar og við verðum bara að horfast í augu við það eða sætt okkur við þennan mikla kostnað og þetta mikla óréttlæti í samfélaginu á milli mismunandi leikanda í samfélaginu. En það er alltaf verið að því að við höfum fengið marga sem eru á móti Evrópusambandinu í þáttinn og bara margir komið með góð rök tala hvað við höfum það gott á Íslandi. Munu lífskjör versna við að fara í Evrópusambandi? Nei, við munum batna. Já. Ég meina, við höfum það svona gott í dag af því að við erum að 3/4 aðilar að regluverki Evrópusambandsins og af því að útflutningurinn starfar í vaxta umhverfi sem ákveðið er í Frankfurt en ekki Reykjavík. Það er ástæðan fyrir því að við höfum það jafn gott í dag og reynsla sýnir. En við höfum tækifæri til þess að ná lengra eins og ég hef verið að nefna með auknum tollfrjálsum aðgangi með því að gefa öllu atvinnulífi og heimili sömu tækifæri og útflutningsgreinarnar hafa haft í 30 ár með því að starfa í Frankfurt umhverfi en ekki Reykjavíkur umhverfi. Þannig að og það sem auðvitað skiptir miklu máli og verður ekki mælt í peningum, það er öryggi Íslands sem núna þarf að eða byggist á því að það eru nýjar fjölþáttaógnir sem NATO tekur ekki utanum en Evrópusambandið er að taka forystu í að byggja upp sameiginlega varnir og ef við ætlum að standast jafnfætis öðrum þjóðum í því þá þurfum við að fara þarna inn og ég tel að það sé ekki hægt að bjóða íslenskum atvinnufyrirtækjum upp á það að við gerum ekki það sama og grannþjóður okkar í að verja stöðu Íslands gagnvart þessum nýju ógnum. Það væri mikið ábyrgðarleysi af mínu mati. Við eigum nokkra spurningar eftir. Ég væri til að ná þeim öllum, þannig að við reynum að fara á hundaveði núna. Þótt þetta er að fara að sofa klukkan hún er margt. Klukkan er þetta, já, það er síðan hérna. Sólveig Aðalsteinsdóttir á næstu spurningu og hún er svona kannski, ég ætla nú ekki að segja hún svo seinasta í þyngri kantinum, en hún er þarna samt. Á sínum tíma var aðildarumsóknin stöðuð af Wintris, Panama, ríkisstjórn, SDG og BB án þess að leggja það fyrir Alþingi eða utanríkisnefnd til samþykktar. Heldur að þessi menn sjá eftir því í dag? Já, umsóknin strandaði fyrst og fremst á ágreiningi innan þáverandi stjórnarflokka. Hún strandaði í tíð vinstri stjórnarinnar sem hóf hana fyrst og fremst að því að VG var á móti og alveg sérstaklega sjávarútvegsráðherrann bara stoppaði þáttöku í því þannig að það var ekki hægt að fara á stað með viðræður sjávarútvegskaflann. Núna ætlum við að byrja á honum. Einmitt. En honum var skotið síðast af því að það var svo mikið landstæða og endanum bara kom neyið og þá var sjálf hægt. En heldur að Bjarni og Sigmundur sjá eftir að ekki bara fara í atkvæðagreiðsluna og vona að færi þeim í vil? Já, get svo sem ekki sagt neitt um það annað en bara ég vonaði sjá eftir því. Þetta var eitt af þeirra starri loforðum. Ég trúi því að það lofur hafi verið byggt á samfæringu og það sé eitthvað annað sem veldur því að þeir án rökstuðnings hafa snúið við blaðinu. Já, við spurðum nú Bjarni Ögmundsson daginn, hann kom bara til okkar fyrir nokkur viku síðan, það sem hann talaði einmitt um hennan pólitíska ómöguleika, það sem hann var með ríkisstjórn sem var ekki hlynnt að ganga inn. Er eitthvað fordæmi fyrir því að ríkisstjórn einhverja þjóðar fer í samningaviðræður í Brussel og þeir eru sjálfur að móti aðild? Já, bara tökum Brexit að
íhaldsflokkurinn í Breitlandi, það var yfirgnæfandi meiri hluti þingmanna breska verkamannaflokksins, öll breska ríkisstjórnin, yfirgnæfandi meiri hluti þingmannaflokksins sem vildi halda áfram. Samt fóruður í atkvæðagreiðsluna og þegar að hún lá fyrir, þá sagðum en við ætlum að hlýða niðurstöðu þjóðarinnar, en það sem Sjálfstæðisflokkurinn segir, það pólitískt ómögulegt fyrir okkur að hlýta niðurstöðu þjóðarinnar ef hún ekki samræmi við okkar stefnu. Það stóri munurinn og víðast hvar, og auðvitað bara allt í lagi að hafa þá afstöðu, en víðast hvar það þannig það sem farið í þjóðaratkvæðagreiðslur að flokkar segja við ætlum að hlýta niðurstöðunni. Ef þjóðin ákveður þetta þá ætlum við ekki ganga gegn því og það bara liggur í augum uppi að menn að gera það, þá eru menn að dæma svo leik í pólitík og þess vegna held ég að þessi kenning pólitískan ómöguleika, ef svo fer að Sjálfstæðisflokkurinn tapar þessari atkvæðagreiðslu, að þá held ég að hann verði mjög fljótur að draga kenninguna pólitískan ómöguleika tilbaka, því annars væri hann að dæma svo leik. Kannski eitt, ég veit að við erum farin að segja nefndana, það bara svo gaman að spjalla að Þorsteinn segjum að við myndum fá já og já og svo kemur ný ríkisstjórnin 2008 og segjum að það sé bara Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Hvað gerist þá? Ég veit að við getum ekki svarað því, en skilur hvað við? Nei, ég get auðvitað ekki svarað því. En ég get bara bent á þá staðreynd að Framsóknarflokkurinn var bæði með og móti EFTA, komst svo í ríkisstjórn seinna, datt ekki í hug að hreyfa við EFTA-aðildinni, Alþýðubandalagið og Sósíalistaflokkurinn voru á móti inngöngun í Atlantshafsbandalagið. Þeir lögðu aldrei til að við segðum okkur úr Atlantshafsbandalaginu. Alþýðubandalagið og Framsókn voru á móti EES. Þeir lögðu aldrei til seinna í ríkisstjórn að við segðum okkur úr. Þannig að þetta er bara sagan en það getur vel verið að þessi flokkar hagi sér öðruvísi. Ég held að þjóðin muni aldrei samþekkja þennan samning nema af því hún telur hann þjóna íslenskum hagsmunum og það þarf mikinn kjark til þess að ef svo fer að þjóðin bæði samþykkjar að halda áfram og samþykkir svo samning að þá þarf auðvitað mikinn kjark í pólitík til að ganga gegn þeim þjóðarvilja. Og ég bara ég vildi sjá þá kjarkmenn stíga fram á völlin, en það getur vel verið að það gerist. En sjáum til. Það verður sjálf. Já. Ég held hérna spöðum Birkir og að reyna að gera það vel, en þetta var svo prúðmannlega spurt auk þess að þetta þinn þáttur. Já, var á helmingin í þessu. Ágúst Bjarni á næstu spurningu. Manstu eftir að hafa veitt verðlaun á torfærukeppni í Swindon árið 2000 þegar þú varst sendiherra og horfðir eitthvað á keppnina á staðnum? Já, ég man alveg, ég fór til Swindon til þess að horfa á þessa keppni og ég mjög fegin að þú rifjar það upp að ég skuli líka hafa afhent verðlaun. Hann horfði vel á þetta. Stóðst í frábærlega. Ágúst Bjarni, já. Ólafur Ragnar talaði 2 fundi í Washington fyrir hvern einn í Brussel. Sammála því? Mér finnst mjög gott að við eiga góð samskipti og fundi við Bandaríkin, en ég segi bara enn og aftur sem ég er búin að segja ykkur áður, það sem skiptir okkar hagsmuni mestu máli að við leggjum rækt við þau lönd sem fylgja sömu viðskiptastefnu og við treystum stöðu okkar á þeim vettvangi en og það auðvitað aðalmálið og langmestur hluti á okkar útflutningi fer auðvitað til Evrópu og það verður eitthvað skrítið ef við
ætluðum að vanrækja okkar stærsta og mikilvægasta markað og helmingi fleiri fundi ykkur staðar annar staðar. En aðalatrið þá þetta að við verðum að hafa skýra sýn á það hver stefna Bandaríkjanna og hún gengur gegn okkar viðskiptahagsmunum. Stefna Evrópusambandsins gengur út af það að tryggja þá viðskiptastefnu og þá stefnu sem við höfum frjáls viðskipti og að vernda smáríki gegn ofríki stóruríkjana. Já. Og auðvitað eigum við að leggja alla áherslu á að vinna þar sem með þeim ríkjum sem að vinna að sömu hagsmunum og við og toga hlutina í sömu átt. Annars værum við bara að vinna gegn íslenskum hagsmunum. Þetta verða auðvitað íslensk stjórnvöld verða að horfa á þessar staðreyndir. Þetta bara svona raundæmi veruleikan sem íslensk stjórnvöld standa frammi fyrir. En í þessum málum þarf eitt að útiloka annað. Getum við ekki farið í Evrópusambandi og haldið góðum sambandi við Kína og Indland? Já, bara að sjálfsögðu. Ég meina öll Evrópuríkin eiga góðu samskiptum með Bandaríkin. Evrópuríkin flest eiga í miklu meiri viðskiptum við Kína heldur en við og Indland og þessi ríki. Allt á grundvelli samningar. Evrópusambandið hefur gert fríverslunarsamninga við mörg ríki og að gera núna fríverslunarsamninga við heilu svæði, við Indland og í Suður-Ameríku og þeir eru ekki með fríverslunarsamninga við Kína en þeir eru með margs konar viðskiptasamninga við Kína og útflutningur Evrópusambandsríkjanna til Kína og allar þessar landa miklu meiri heldur en okkar útflutningur. Þannig að Evrópusambandsaðildin stökkpallur okkar til viðskipta við þessi ríki. Þegar að Finnar gengu í Evrópusambandið fyrstu árin á eftir, þá jókst útflutningur þeirra meira til ríkja utan Evrópusambandsins heldur til Evrópusambandsins sjálfs. Evrópusambandið var stökkpallur í viðskiptum við önnur ríki og nákvæmlega sama blasir við okkur. Þannig að auðvitað bara fráleitt að halda því fram að þetta sé eitthvað sem útiloki hvort annað. Þetta þvert á móti þetta meira en samspil, þetta bara stökkpallur til þess að ná árangri á þessum mörkmiðum og hafa leið þetta skjól og þennan bakhjarl að stóru ríkin noti ekki yfirburði sína til að skrúa okkur niður í slíkum samningum. Og það það sem kannski skiptir okkur mestu máli. Já, klárt mál. Þú varst nú búin að reynda að svara þessi kvöld. Hver verður næsti formaður Sjálfstæðisflokksins? Mér heyrist nú að svöruðu í byrjun þáttar að það verður bara Guðrún Hafsteins áfram. Já, ég held það. Ég meina, maður var farin að halda að það væri komin einhver hreyfing á þá hluti, en ég held að kosningaúrslitin hafi alveg geirnelt hana í þessu starfi nokkur tíma allavega. Og þá spyr ég Þorgerður Katrín sem er náttúrulega okkar allra besta vinkona, þegar hún ákveður að kalla þetta gott, ertu með eitthvað formannsefni handað Viðreisn? Ég að vona að það sé svo langt í það að ég geti bara ekki séð það fyrir. Nei, ok. Byrjum á þessu, hvernig heldur að borgarstjórnar meirihlutin verði ef þú ferði í kristalkúluna þína? Já, kristalkúlu, en eins og ég sagði hérna í upphafi, þá finnst mér lýðræðislega niðurstaðan vera Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur og mér finnst að þessi tveir flokkar saman þurfa að bera sameiginlega ábyrgð á þessari ábyrgðarlausustu stefnu í ríkisfjármálum sem birtist í þeirra pólitík gagnvart ríkissjóði sem ég hef bara nokkuð tíma séð og þeir verða að drekka þann bikar saman gagnvart kjósendum og aðrir flokkar þurfa að fara mjög varlega í að draga þá upp úr þessu kviksendi. Ég meina það er pólitískt góðverk og þetta að gera það en pólitík nú harður heimur og ég held að í þessu tilviki þá eigi flokkarnir allavega áður en þeir fara að leita á önnur mið að sýna að þeir komi sér ekki saman önnur mál því að þarna eru þeir nákvæmlega sammála. Mjög gott. Hvernig endar atkvæðagreiðslan 29. ágúst? Það veit ég ekki. Nei.
en hann á ekki kristalskúlu. Nei, ég fann að glemma því. Vonir mínar standa auðvitað til þess að já-hliðin sigri. Ertu hræddur við upplýsingaóreiðu? Já, ég bara gerir mig alveg grein fyrir því að þetta er mjög hörð barátta og ég held að það getur orðið mjótt á munum og það þurfi mjög öfluga röklega umræðu til þess að komast að niðurstöðu. Ég hef trú að hún muni fara fram á þessum tíma. Við þurftum ekki nema 2 vikur til þess að ræða okkur á niðurstöðu NATO-aðildina og núna höfum við miklu lengri tíma fyrir minni spurningu sem felur ekki í sér neina aðra ákvörðun en að kanna möguleika til þrautar. En hvað fannst þér það sem Gulli var að segja í Silfrinu afsakið þetta sé að það sé augljóslega verið að gera þetta þannig að það sé enginn að pæla í þessu sumar og þetta verið að gera þetta einhvern veginn í skjóli nætur? Já, það er nú bjartast í tími ársins á sömrin, það er bjartast sólarhringin, þannig að það er nú eitthvað skrítin röksemdafærsla að halda því fram að þessi verið að gera þetta í skjóli nætur, þá gera með þetta í desember, sko. En ég meina, þetta er bara nægur tími, þetta er góður tími, margir í fríumtaki og fólki meiri tíma til þess að kynna sér mál þegar það er í fríi, það full vinna með yfirvinn og vöktum og allt það gefur mönnum þrengri tíma og það Þingi er reyndar ekki starfandi, en það er alltaf læg kannski? Já, þetta er ekki ákvörðun þingsins. Það er verið að færa ákvörðunina frá þinginu til þjóðarinnar. Þannig að umræðan fer fram þar. Þingið á einmitt ekki að vera starfandi til þess að trufla ekki þjóðina í því að taka þessa ákvörðun og eiga þessa umræður og þetta samtal án þess að þingi sig að skipta sér að því. Það er lykillinn í þessu máli að það verða að færa valdi frá Alþingi út til þjóðarinnar. Þá umræðan að fara fram þar. Já, ég er svona að reyna að því við erum að fara þetta í 2,5 tíma þetta. Ég hef búin að lofa Þorsteinu að myndi verið 90 mínútur, en það er bara svo gaman að spjalla við Þorsteinn. Þetta er þér að kenna. Já, ég er bara líka haft gaman að þessu. En ég ætla að reyna áður en að fyrir að hann er reynda sammála Ólaði með loftslagsmálin, hann er reynda ósammála hvernig það talað um það. Icesave og fjölmiðlalögin hjá Ólafur Ragnari, varstu sammála þeim ákvörðunum? Varðandi æsirlögin, ég var á móti, varðandi sko fjölmiðlalögin, þau voru nú fyrst í tímaröðinni, að þá var ég á móti þeim lögum, að því ég taldi að það stönguðust á við stjórnarskrárákvæði stjórnarskrárinnar prentfrelsi og tjáningafrelsi. Þannig að það var mín grundvallar skoðun gagnvart því frumvarpi, en átti að vísa því til þjóðarinnar. Ég var ósammála þeirri niðurstöðu forsetans vegna þess að í okkar stjórnarskrá stendur að ef það er vafi það hvort lög samrýma stjórnarskráðu ekki, þá eru það dómstólar sem skera úr það. Þjóðin hefði aldrei, ef þjóðin hefði samþykkt þessi lög, þá hefðu þau verið jafn ósamrýmanleg stjórnarskráni að mínum mati eins og ef Alþingi hefði samþykkt þau og endanum hefðu dómstólar þurft að taka ákvörðun. Það hefður í þessi dómsmál og ég held að dómstólar hefði komist að þeirri niðurstöðu að lögin stæðist ekki stjórnarskrána og ég tel að það hefði átt að fara hinnar stjórnarskrárbundnu leið í þessu. Varðandi Icesave þá var ég þeirra skoðunar að fyrstu 2 samningarnir sem voru gerðir, þeir voru ekki fullnægjandi, en eins og munið þá snerust þeir samningar bara það að ríkið tæki ábyrgð á hluta af vaxtagreiðslunum en þrotabú bankans tæki að sér að endurgreiða sjálft lánið og hugmyndafræðin á bakvið það var að búa til þær aðstæður í alþjóðasamfélaginu að við getum fyrr aflétt fjármagnskröftum og það skipt okkur, ég minnir að það eru 80 milljarðar á ári að geta flýtt afléttingu þeirra og þegar að koma síðasta samningnum að
þá taldi ég það skynsamlegt þó að ég væri auðvitað ekki þeirra skoðunar að það væri skylda ríkisins en stundum skynsamlegt að semja lausnir til þess að greiða fyrir framgangi mála að öðru leyti og mér fannst það vera rétt áhætt að Sjálfstæðisflokkurinn studdi það mál í upphafi og snerist bara gegn því á síðari stigum og ég mætti á fundi í Valhöll til þess að styðja þá afstöðu Sjálfstæðisflokksins að styðja loka útgáfuna en svo var ég ekki tilbúin að fylgja flokknum þegar hann sneri við blaðinu. Ég vildi eins og oft áður standa bara við hina upphaflegu ákvörðun og þannig að ég taldi eðlilegt að sá samningur hefði fengið að standa og eins og kom á daginn þá borgum við alla þessar skuldir með vöxtum og meiri segja áföllum kostnaði þannig og það var auðvitað EFTA-dómstóllinn sem tryggði endanlega réttarstöðu okkar í málinu og gerðu aðild okkar að því regluverki, gerðu það verkum að Bretar og Hollendingar gátu ekki neitt aflsmunar í viðskiptum við okkur. Þar lá okkar sterka vörn og ég bara var alltaf þeirra skoðunar að við ættum að byggja á þeirri vörn sem væri sterkust. Það var alltaf ljóst að við getum ekkert aflétt skuldum með þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að Þá myndi ekki skulda aftur? Ég meina ef það væri einhver almenn regla þá myndi atkvæðagreiðsla heima með mér að ég þurfi ekki að skulda íbúðalánum mitt lengur. Þá myndu bara lána viðskipti milli þjóða að leggjast af og ég meina það sjá það allir sko. Talandi frasa, svo við vitnum aftur í Ólafsþáttinn góða sem var merku þáttur fyrir okkur, þáttur 300 af því að talandi frasa sem Leifur hefur talað byrju þáttar sem eitt frasi sem Viðreisnar og Evrópusinnar hafa talað treystur ekki þjóðinni og þá segir Ólafur, ég treysti nú heldur betur þjóðinni, það hefur engi farið oftar í atkvæðagreiðslu en ég, en hann samt ekki hrifinn af þessari atkvæðagreiðslu, þetta eitthvað öðruvísi eða? Já, ég meina hann ekki alveg samkvæmur sjálfum sér þarna en auðvitað þessi spurning hvort að menn treysta þjóðinni sko, bara við treystum alltaf þjóðinni til að taka ákvarðanir, ég meina þjóðin getur tekið ákvarðanir sem eru öndverðar við mínar skoðanir, þjóðin getur kosið aðra flokka í meirihluta á Alþingi en ég hefði kosið en ég treysti á þetta lýðræðislega kerfi að þjóðin taki þessar ákvarðanir og það raunverulega það sem þetta dæmi snýst að við treystum þessu lýðræðislega kerfi. Þjóðin getur tekið ákvörðun sem verður á móti minni afstöðu, hún getur líka tekið afstöðu með mínum skoðunum en það sem traust mitt á þessu lýðræðislega kerfi og ég tel afar mikilvægt að við reynum að standa vörðum það traust. Klárt mál. Eftirminnilegasti atburður á þínum pólitíska ferli? Já, þú spyrir ekki lítið. Nei. Það ég. Kannski þetta bara að gefa út bók? Já, það góð hugmynd. Það ekki? Jó, kannski bara, kannski bara svara ég þessu þar. Já, þá svarar hann líka næstu spurningu sem mestu mistök sem hann gerir sér stjórnmálamaður og hverju hann stoltastur af. Við ætlum að fá hann næst þegar hann gefur út bókina. Það fer allt í bókina. Það fer allt í bókina. Við erum alveg að klára þetta. Hver eigast stjórnmálamaður sem Ísland á í dag? Já, ég held að við eigum mjög öfluga stjórnmálamenn í ríkisstjórninni. Það hver á sinn hátt og já, þar eigum við, held ég, öflugustu stjórnmálamennina. Hver var besti forsætisráðherra lýðveldisins fyrir utan Þorsteinn Pálsson? Já, ég var náttúrulega ekki í þeim hópi og bara alveg, ég meina og ég bara sú ríkisstjórn
það var bara ómikill skoðana ágreiningur í þeirri ríkisstjórn til þess að hún geti náð árangri. Þannig að ég gerir nú ekki kröfur til þess að en ég er bara stoltur af því að hafa látið mína samvisku og skoðanir á pólitík ráða frekar heldur en valdastöðuna. Ég er stoltur af því og tel að það sé fordæmi sem margir mættu líta á. Það er vont þegar ríkisstjórnir sitja bara til þess að hanga á völdunum á þess að ná nokkur fram af því sem flokkurinn stóð fyrir. Og ég er stoltur af því, en ríkisstjórnin sjálf náði ekki miklum árangri. Ég er miklum stoltari til að mynda árangri mínum sem fjármálaráðherra í fyrir ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar þegar við sömdum verkalýðshreyfinguna að innleiða staðgreiðslukerfi skatta sem ég tel að sé ein mesta umbylting á skattkerfinu sem gerð hefur verið í bæði þá einstaklinga og atvinnulífs og ég er afar stoltur af því að hafa komið þeirri löggjöf í gegn. Já. Ég er stoltur af því að hafa ásamt með Davíð og Jóni Baldvin fengið að taka þátt í þeirri vegferð inn á innri markað Evrópusambandsins. Mjög gott. Næst síðan spurningin. Ein bók sem allir hlustendur ætti að lesa, sem þú mælir með? Já. Ljóðabókin Þyrnar eftir Þorstein Erlingsson. Já. Skrifið það hjá okkur, kæri hlustendur. Loka spurningin, Þorsteinn Pálsson, þú varst 39 ára þegar þú varst orðinn forsætisráðherra. Það voru skemmtilegt í dag. Já, þetta voru æðislegt. Ráð til ungs fólk sem vill ná langt í pólitík en svo líka bara almennt til ungs fólks ef við horfum til framtíðar. Ég held bara að það gildi jáft ungt fólk og eldra fólk sem fer inn í pólitík að ég held að skipti mestu máli að vera trúr sinni samfæringu og taka því mótlæti sem það getur staðið frammi fyrir þó það rekist á veggi eða gangi á hindranir en að vera trúr sinni samfæringu það skiptir gífurlega miklu máli. En auðvitað þurfum menn líka leið í lýðræðis þjóðfélagi að hafa sveigjanleika til að gera málamiðlanir. En menn þurfa að kunna þessi skil hversu langt má teygja bogann áður en þú svíkur samfæringu þína. Það er eiginlega sá hæfileiki sem stjórnmálamenn þurfa að hafa í lýðræðis þjóðfélagi. Þorsteinn Pálsson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Já, takk miklu fremur. Ég hef haft mjög gaman að þessu skemmtilega spurningar. Já, takk fyrir kærlega.